Já, komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjanum. Þetta tímamóta þáttur í dag, Birkir Karl. Heldur betur. Sá 300 í sögu Chess After Dark. Sögulegur áfangi sem við ákváðum að halda upp á með gesti sem þarf ekki að kynna. Nei, við hefum svona gert það van okkar þegar það eru svona stóri tímamóta þættir að við hefum farið erlendis, en þarna hugsaum við bara horfum í heimahagana og fáum til okkar uppáhaldstjórnmálamann okkar og allra. Við ætlum nú samt að gera eins og segir 5. forseti lýðveldisins, fyrsti prófessor Háskóla Íslands í stjórnmálafræði, fyrirverandi fjármálaráðherra og núverandi stjórnarformaður Hringborðs Norðurslóða, Ólafur Ragnar Grímsson, vertu hjartanlega velkomin. Þakkaði fyrir. Ég held að þetta sé nú fyrsta podcastið sem ég mæti í. Já. Ég hef nú fengið alls konar óskir í gegnum tíðina, en ákvað nú að svona verja mig með því að ég færi almennt ekki í podcast. En þið eru náttúrulega ýtnir og svo áttaði ég mig á því að maður þarf að hafa svona varnarreglu til þess að geta kurteislegan hátt vísa mannum frá sér. Þannig að þar sem þetta var nú 300. podcastið, þá get ég haft þá reglu. Ég mæti bara í 300. podcastið. Já, þannig að önnur hlaður, þið heyrið það. Klárt mál. Já, þetta mikill heiður. Við horfum auðvitað á Silfursviðtalið frá því í byrjun árs og tókum eftir einu. Þú vitnaðir aftur og aftur í skák. Lýstir heiminum sem einu stóru taflborði, talaðir leikfléttur stórveldana. Þannig að það liggur beint við að spyrja, ertu skákmaður sjálfur? Já, það nú allt eftir því hvernig á það er litið. Það hef ég telt í gegnum tíðina eins og krakkar gera nú. Þegar ég var alast upp fyrst og fremst strákar og breyttist það nú blessunarlega. En ég hef nú ekki verið þannig að ég sé að mæta á mótum eða sækjast eftir því að tefla við góða skákmenn. Til dæmis, ég var aldrei í þeirri keppni sem ríkti nú í Alþingishúsinu þegar menn voru að tefla. Guðmundur Jaki og Albert Guðmundsson voru þar iðulega að tefla og Össur Skarphéðinsson taldi það vera sinn mesta sigur á þingi þegar hann gat sigrað Halldór Blöndal eða aðra slíka í skák. En það með svona fyrstu minningum mínum eftir að ég flutti til Reykjavíkur 10 ára gamall og fór svo í Miðbæjarskólann. Þegar ég og vinur minn mættum í gamla stýrimannaskólann, þegar Friðrik Ólafsson og Bent Larsen voru að heyja sitt fræga innvígi sem var nú svona fyrsta framganga Friðriks á alþjóðlegum velli. Það var þetta annað Ísland. Það voru einhver sjónrænir fjölmiðlar og eina leiðin til þess að geta verið á vettvangi var að mæta nokkuð snemma í gamla stýrimannaskólann. En það fengur bara útvaldir að mæta í salin eða kennslustofuna þar sem þeir teldu. Þannig að við hinn sátum í öðrum kennslustofum á svona gömlum trébekkjum, upphækkuðum sem voru í gamla stýrimannaskólanum. En þetta var þetta stærsti viðburðurinn í borginni og kannski á mínum æskuárum hér í Reykjavík. Og alla tíð síðan var Friðrik þetta svona hetjar minna kynslóðar og mikil forréttindi að fá að kynnast honum svo síðar á ævinni. Já, við auðvitað sem skákmenn erum bara heppnir að hafa átt svona mikið framamann sem andlit skákarar á Íslandi. Já, og margar. Og fleiri, já. Ef einhver hefði spáð því á þessum árum, þegar við vorum þarna pollarnir að mæta í gamla stýrimannaskólanum til að horfa á þessa 2 norrænu ungu menn tefla, að við ættum eftir að eignast marga stórmeistara í skák. Þá hefði eiginlega ekki nokkur maður trúa því. Nei. Sama var eiginlega þegar Fischer og Spassky teldu hérna. Já. Að það var eiginlega litið á það að Ísland væri fyrst og fremst svona vettvangur fyrir þennan viðburð og var nú reyndar fyrsti viðburðurinn sem kom Íslandi á heimskortið. Það verður að segja sem svo að þessi keppni milli Fischers og Spassky var gerði Reykjavík heimsfræga. Ég man alltaf eftir því að
ég 10 árum síðar að ég var að taka leigubíl frá flugvellinum í Washington inn í bæinn og það kallinn sem að keyrði mig og spurði svona hvaðan ég væri og ég sagði ég væri frá Íslandi og þá kom svona smá þögn og sagði Íslandi það ekki þar sem Reykjavík Jú, sagði ég, það höfuborgin og það bara Fischer og Spassky svo kom löng ræða Fischer og Spassky en ég held að þetta átti erfitt á þessum miðlunar tímum nútímans að gera sér grein fyrir því til dæmis fyrir ykkar kynslóð hvað þetta voru stórir viðburðir í raun og veru. En það sem ég komst nú kannski næst þessu einvíi Fischer og Spassky var það Sæmi Rokk lögga hjá okkur á Seltjarnarnesi. Hann var mikill vinur minn. Og það var eiginlega næstum því að komast í snertingu við Fischer. Það var að vera vinur Sæma Rokk. My good friend Sæmi. Já. Heyri, hann ennþá bara still going. Já. Sko, við skulum bara færa okkur í fyrsta alvöru dagskráli. Það eru norðurslóðirnar í miðja heimsins. Ef við reynum að komast að í af hverju norðurslóðir eru að verða eitt mikilvægasta svæði heims og hvert hlutverk Íslands þarna. Þú stofnaðir Hringborð norðurslóða árið 2013 fyrir áratug. Hvernig hefur mikilvægi norðurslóða breyst á þessum tíma og hvar stöndum við í dag? Já, það náttúrulega mikil breyting sem orðið sér stað og ekki kannski bara á síðustu 10-20 árum, heldur ekki síður frá svona þeirri heimsmynd sem festist í sessi á kaldarstímanum hér á Íslandi. Ég vitna stundum í það að mín kynslóð hafi verið alin upp við þetta orðatiltæki sem Íslendingar voru sífellt að endurtaka hver við annan að við varum á endimörkum hins byggilega heims. Þið hefur kannski heyrt þetta einhvern tímann. Þetta var svona mantra, svona sletti sem Íslendingar notu alltaf til að útskýra hvar við værum í veröldinni. Við værum sem sagt á endimörkum hins byggilega heims og fyrir norðan okkur væri eiginlega ekkert sem skipti máli. Við værum svona endastöð. Þannig að það ósköp eðlilegt að það taki tíma fyrir þjóð sem var búin að venja sjálfan sig á þessa sýn að átta sig á því að nú erum við allt í einu orðin megin hlið að nýju valdaskákborði allra helstu ríkja heims. Það sem ekki bara Bandaríkin og Rússland, heldur forysturíki Asíu eins og Kína, Indland, Japan, Kórea, forysturíki Evrópu eins og Frakkland, Þýskaland, Pólland, Ítalía að reyna að koma sér fyrir með margvíslegum hætti. Og vandinn líka sá að tungumálið hefur ekki alveg lagað sig að þessum nýja sessi, til dæmis orðið norðurslóðir eða alþjóðlega orðið Arctic sem nú notað fyrir það á öllum helstu tungumálum. Gefur eiginlega til kynna svona landsvæði, við tölum norðurslóður eins og Lappland og kannski Húnavatnssýslu eitthvað svoleiðis, en orðanotkunin gefur ekki til kynna að við erum í raun og veru að tala hluta jarðarinnar sem á við heimsálfu. Til dæmis ef við leggjum saman allar norðurslóðir, þá það eins og hálf Afríka. Stærðagráðurnar eru þannig að við höfum kannski ekki orð í tungumáluna til þess að gefa það til kynna. Og svona ég hef stundum til að auðvelda fólki átt að segja á þessu skipt norðurslóðum í þrennt. Að því að menn nota Arctic bara eins og það eigi við þetta allt saman. Það eru vestur norðurslóðir sem eru fyrst og fremst Alaska sem gríðarlegt svæði í Bandaríkjunum. Alaska stærri en Texas, bara svo maður gefi ákveða viðmiðun. Af því að margir eru klárið því að Texas stærst og það það sem menn eru klárið á. Síðan kemur Kanada í þessum vesturhluta og þau svæði í Kanada sem tilheyra á norðurslóðum eru risavaksin að stærð. Þannig að vesturhluti norðurslóða fyrst og fremst Alaska, norðurríkin í Kanada. Svo eru austur norðurslóða og það fyrst og fremst Rússland. Og Rússland helmingurinn af öllum norðurslóðum.
norðurslóða svæði Rússlands tekur yfir 7 tímabelti. Það meira en 2-falt meginland Bandaríkjanna. Þannig að þú flýgur frá Boston til Los Angeles, þá ertu bara komin hálfa leiðina yfir norðurslóða hluta Rússlands. Og það líka mikilvægt átt að segja á því í þessu nýja valdatafli heimsins að stór hluti norðurslóða Rússlands, meðal annars sá hluti sem mjög ríkur á auðlindum, orkulindum, málmum og svo framvegis, tilheyrir Asíu, ekki Evrópu. Þannig til að skilja eiginlega þessa nýju strategísku stöðu norðurslóða verða menn að átta sig á því að stór hluti norðurslóða nær Asíu, það að segja austurhluti Rússlands. Og þetta hefur verið viðurkennt í rússneska stjórnkerfinu löngu áður en stríðið Úkraínu byrjaði með því að flytja norðurslóðamálefnin inn í rússneska stjórnkerfinu frá utanríkisráðuneytinu yfir í ráðuneyti sem heitir á ensku Far Eastern Affairs, það er þeir sem eru í Austurlöndum fjær. Það er að segja, það er stjórnskipuleg tilkynning Rússa það að þeir ætla að leggja höfuð áherslu í norðurslóðamálum á samstarfi Asíu við Kína, við Indland, jafnvel Kóreu, kannski Japan og Pakistan, og við sjáum þetta til dæmis í því að núna eru 7 ár síðan Putin og Xi, fórsti Kína, vígðu nýja gasleiðslu frá Síberíu, norðurhluta Rússlands, alla leið til Shanghai. Hún er 8.000 kilometra. 8.000 kilometra. Og ég segi stundum við bandaríska vini mína, dragiði bara línu á bandaríska landakorti sem 8.000 kilometra. Og nú þeir að ræða aðra pípu. Og það hafa verið viðræður milli Indlands og Rússlands sem að fá svona samskonar pípu til Indlands. Og þegar Imran Khan var forsætisráðherra Pakistan fyrir nokkrum mánuðum síðan, jafnvel eftir að stríðið byrjaði í Úkraínu, þá fór hann til Moskvu til að vita hvort að hann geti ekki líka fengið svona pípu til Pakistan. Og hvers vegna eru Kína og Indland og Pakistan að þessu? Ef við tökum Indland og Kína, þá eru þetta ríki sem eru með 2,5 milljarða meira íbúa og þau eru 2 af 3 stærstu hagkerfum heims. Þau þurfa þetta gríðarlega orku og skynsamlegasta leiðinni fyrir þá til þess að fá þessa orku að byggja þessa risa pípu frá norðurslóðahluta Rússlands. Og svo náttúrulega námurnar og þessir mikilvægu málmar sem að þessi stóru hagkerfi þurfa í ríkum mæli. Þannig að til að átta sig á þessu þá hef ég gert greinamun á vestur norðurslóðum sem eru Bandaríkin og Kanada, austur norðurslóðum sem eru fyrst og fremst Rússland og kannski smálhluti af Svíþjóð og Finnlandi. Og svo eru mið norðurslóðir. Og það er Grænland, Ísland, Færeyjar og Noregur, sérstaklega Norður-Noregur. Og hafsvæðið, þetta mikla hafsvæði, norðurhluti Norður-Atlantshamsins sem liggur upp og inn í Íshafið. Og ef menn horfa á jörðina ofanfrá og mun eftir því að jörðin hnattur, hún bolti, hún ekki flöt, svo öll helstu landakort eru enn að sýna okkur með því að hanga á veggjum. Ef þú horfir á jörðina ofanfrá, frá norðuri, þá sérðu að þessar norðurslóðir, sérstaklega mið-norðurslóðir, eru nágrannasvæði Bandaríkjanna, Asíu og Evrópu. Það það sem tengir þessar megin álfur saman. Og Ísland, ef við horfum á að sé fyrst og norðurhluti Noregs og Grænland, Færeyjar og Ísland sem eru á þessu og þetta stóra hafsvæði, þá er Ísland eina fullvalda ríkið á þessu svæði. Og ef þið horfið líka á þetta þá sjáið að við erum eiginlega svona kjörin landfræðileg stoppistöð gagnvart þessum mikla miðhluta.
Og hann náttúrulega skiptir gríðarlegu máli fyrir siglingar, hann skiptir gríðarlegu máli fyrir auðlindir hafsins, hann skiptir líka gríðarlegu máli fyrir ferðamennsku, hann skiptir líka gríðarlegu máli fyrir alþjóðlegt flug og hann skiptir líka gríðarlegu máli fyrir öryggismál og svona hernaðarmálefni, sérstaklega þegar menn horfa á hnöttinn ofanfrá. Svo að á tiltölulega skömmum tíma erum við komin með þá landfræðilegu stöðu að við erum eins konar hlið að megin miðsvæði og meginsvæði þessa heimshluta sem á við hálfa Afríku og þar sem öll helstu efnahagskerfi veraldar og öll svona meginland í Evrópu, Asíu og annars staðar og svo þetta Bandaríkin að reyna að koma sér fyrir á einn eða annan hátt svæði sem líka hefur alveg ótrúlega efnahagslega getu ef horft til auðlinda og ferðamennsku og hafsvæða á næstu áratugum. Þannig að þegar menn að spurja hver eru framtíðarmöguleikar Íslands, eru við einhverjum vandræðum, þurfum við að leita einhvers staðar að skjóli og svo framvegis, þá bara hafa menn ekki átt að segja á því að við erum bara orðin megin hlið að einu mikilvægasta svæði heims og höfum þess vegna öðlast miklu meira vægi heldur en nokkru sinni fyrir. Það var sumir sem sagði það að kalda stríðinu lauk og bandaríski herinn fór, nú skiptir Ísland ekki lengur máli af því að Bandaríkin hafa breytt svona hernaðar afstöðu. En í dag segir það ekki nokkur maður. Og það auðvitað ástæðan fyrir því að við sjáum hérna á hverju ári af því hún nefndir hringborðið. Við sjáum núna á hverju ári 2500 manns frá 70 löndum koma hérna til Íslands í 3 daga, fylla hörpuna og þingi Arctic Circle hringborðsins. Sumir halda að þetta sé einhver svona galdur hjá mér og ég sem er sambandun út á allan heim. En þetta fólk, ráðherrar, forystumenn ríkja, embættismenn, forystumenn fyrirtækja, forystumenn vísindastofnana, áhugamenn umhverfismál, loftslagsmál, frumbyggjar og svo framvegis, allur þessi mikli fjöldi frá 70 ríkjum kemur hingað til Íslands á hverju ári og fyllir hörpuna í 3 daga. Auðvitað þessi undiralda breytinga sem þetta fólk að koma af því að það skiptir það máli, það sér sína hagsmuni. Og svo hafa margir hér heima ekki átt að segja á því að þau viðbótar við árlegu þingin í hörpunni sem eru risavaxin. Þau eru ásamt efnahagsþingin í Davos og öryggisþingin í München, einum 3 aðalvettvangum Evrópu á hverju ári. Að þá erum við með ráðstefnur í mörgum öðrum löndum, vorum síðast með það í Róm, núna í mars, þar á undan í Delhi, svo í Berlín, við erum með það í Tókjó, Kóreu, Bandaríkjunum, Kanada, Grænlandi og svo framvegis. Þannig að Ísland líka farið að gegna því hlutverki að vera svona samræðu miðstöð, stefnumótuna miðstöð fyrir umheimin, gagnvart þessu líkil svæði veraldar, þar sem að helstu land vilja koma sér fyrir á einn eða annan hátt. Ég byrja að afsaka á þessu löngu útskýringum, en það er mikilvægt að menn átti sig á þessu og vegna þess að þetta nýr veruleiki, margir skilja þetta ekki og þjóðin hefur svona menningarlega vanið sig á þá sýn að við séum á endimörkum eins byggilega heims. Þannig að það er sko eðlilegt að taka einhver tíma menn átti þess að þau býtur rólu, við erum allt í hérna komið bara hérna í miðju þess að mikilvæga torgs. Já, ef við fáum að spyrja aðeins, varðandi Norðurskautsráði, sérðu fyrir þér að Norðurskautsráði starfi aftur með sama hætti og gerði fyrir innrás Rússa í Úkraínu? Ég held að það viti enginn. Ég held að það sé eins og nokkuð öruggt að segja það var vafasamt að starfi með sama hætti. Ég held eins og að það sé dálítið diplomatist afrek hjá Norðmönnum að hafa haldið því á lífi með svona allavega í öndunarvél í nokkur ár og svo tók danska konungsríki við og setti mjög færan grænlenskan embættismann í forsætið og hann hefur staðið sig frábærlega vel. Þannig að vísindahóparnir eru ennþá að starfa
En auðvitað þegar Norðurslóð var stofnað, þá var það þannig að það voru nokkur NATO-ríki, það voru 2 hlutlausríki, Svíþjóð og Finnland, og svo var Rússland. Hvort að Rússland tilbúið að koma inn með sama hætti þegar öll önnur ríki orðið NATO-ríki. Þar var allavega komið ljós með hvað hætti þeir gera það. Og svo eins og ég lýsti fyrir ykkur áðan hefur þetta orðið svo breyting að Rússar leggja vaxandi áherslu á samstarfið Asíuríkin á vettvangi Norðurslóð. Þeir hafa til dæmis verið að byggja upp ráðstöfnu í Vladivostok og gerðu þessa stjórnsýslubreytingu sem ég lýsti áðan. Þannig að ég held líka óháð stríðinu þá sé áhugi Rússa á samstarf á Norðurslóðum í miklu ríkara mæli nú bundin við Asíuríkin, Indland, Kína, Pakistan og einhverju leyti Kóru og Japan. Heldurna var þegar Norðurskautsráðið var stofnað og fyrst og fremst var horft til annarra Norðurskautsríkja, þar að segja Norðurlandana, Kanada og Bandaríkjanna. En meðan þetta ástand varir, þá gegnir auðvitað hringborðið og Arctic Circle miklu mikilvægara hlutverki nokkru sinni áður vegna þess að við erum eini opni vettvangurinn þar sem heimurinn kemur saman til að ræða þetta mikilvæga svæði sem eins og ég sagði áðan í raun og veru nær því að vera heimsálfa heldur en að vera landsvæði. Já. Klart mál. Klart. Sko, þessu tengt en ekki þó kannski beint. Loftslagsmálin, vísindalega gögn sem ætti að valda miklum áhyggjum en fólk virðist bara halda áfram með lífið. Þú hefur sagt opinberlega að íslenski fjölmiðlar og leiðtogar séu nánast þöglir vísbendingar sem gætu þýtt stórslis innan fárra áratuga fyrir Ísland, Bretland og Norður-Evrópu. Af hverju ríkir þessi mikla þögn? Það eru nú margar ástæður fyrir því. Ég held að eina af ástæðunum sé svo að þessi loftslagsumræða sem að noti enskuna þess að climate umræða hún mjög flókin. Ég hef stundum sagt að menn þurfa helst að hafa háskólapróf til að skilja þetta. Þetta ekki einhvað sem að nær almenningi á svona tiltölu einfaldan hátt. Og ég fór smátt og smátt að átta mig á þessu eftir því sem ég talaði oftar, sérstaklega erlendis. Ég byrjaði mjög snemma að tala loftslagsmálin. Ég held að ég hef verið fyrsti þjóðhöfðinginn sem fjallaði loftslagsmál í áramótaávarpi af öllum þjóðhöfðingum. Ég gerði 1998. Ja. Og smátt fór ég sérstaklega í Bandaríkjana þar sem að climate var nú orðið svona pólitísk heit kartafla og var fram að tengjast ágreiningi milli republikana og demokrata. Þannig að ég fór í vaxandi mæli að tala bara klakan. Vegna þess að því ég er með glasið sem er framið þar vísa ekki klaki í því. Nei. En sko það skilja allir svona ís í glasi. Þú getur farið inn í einangru þorp, hvað sem í veröldinni, rætt við algjörlega ómennta fátækt fólk, skilja allir ís í glasi og skilja allir að ísinn bráðnar eftir einhvern tíma. Þannig í auknum máli fór ég að segja að vandinn sá sko að ísinn að bráðna, jöklarnir að bráðna og verkefni að stoppa jöklarna frá því að bráðna. Og hvað það sem gerist við það að jöklarnir bráðna, sérstaklega Grænlandsjökull og einhver leyti Suðurskautsins? Í fyrsta lagi þá hækkar sjávarborðið alls þar í heiminum. Ef að bara fjórðungur af Grænlandsjökli bráðnar og hann að bráðna mjög hressilega, þú ert ekki að skreppa til Grænlands og sjá það með eigin augum. Ef að bara fjórðungur af Grænlandsjökli bráðnar í hafið þá hækkar sjávarborðið alls þar í veröldinni svona 2 metra. Það þýðir að Dubai eiginlega búið að vera. Já. Abu Dhabi eiginlega búið að vera. Singapur eiginlega búið að vera. Shanghai eiginlega búið að vera. Mar-a-Lago eiginlega búið að vera. Það ekki vist að Trump hafi átt sig á því. og þetta það sem að flestir hafa átt að sig á. Síðan í öðru lagi sem ekki fær eins mikla athygli ísinn
sjávarísinn á Íshafinu hérna fyrir norðan okkur. Hann líka bráðna og bráðnun sjávarísins hér fyrir norðan okkur hefur gríðarleg áhrif á veðurfar í öðrum heimsálfum. Það er til dæmis megin ástæðan fyrir því að monsúnkerfið í Asíu eiginlega allt í rugli í dag og rigningaferlin í Asíu eru að breytast og það var mjög merkilegt að hlusta á utanríkisráðherra Indlands sitja fyrir svörum á ráðstefnu Ringbósins í Delí í fyrra. Hann var spurður af hverju hefur Indland svo mikið áhuga á norðurslóðum og hann sagði bara lítið hlutfall á ísnum bráðnar þá hefur það megin áhrif á vatnsmegnið sem rigningin flytur á Indlandi sem hefur svo megin áhrif á fæðuöflun okkar á landbúnaðinn og við erum þjóð með 1,45 miljardar manna. Við þurfum að fæða fjölda sem meiri en allir Evrópubúar og allir Bandaríkjamenn til saman. Og ef það verður bara smá breyting á rigningaferlinu vegna bráðnunar íssins, þá verður það grundvallar áhrif á fæðuöflun okkar. Mjög einföld skýring en alveg hárrétt. Og þessi mikla ráðstefna í Delí sem við héldum fyrir árið síðan, hún fjallaði fyrst og fremst það hvaða áhrif bráðnun sjávarísins hér á norðurslóðum hefur á veðurfar, fæðuöflun og almenna velmegun í Asíu. Í þriðja lagi svo þetta með hafstraumana sem að menn hafa nýlega farið að veita meiri athygli með amok. Og við erum náttúrulega öll alinn upp við það hérna á Íslandi að golfstraumurinn sé mikil gjafa. Menn þurfum ekki að vita mikið náttúru á Íslandi menn án að hafa heyrt golfstraum. Þess vegna sæmilega hlýtt hérna á veturnar í samanborið við til dæmis Chicago. Chicago miklu kaldara heldur en Reykjavík. Og það ekki nema rúm 50 ár síðan bandaríski vísindamaðurinn Wally Broker starfaði við Columbia Háskólann var fyrstur manna til að sýna fram á þetta belti sem maður skal kalla conveyor belt, hafstrauma sem liggur allt í kringum hnöttin. Og hvers konar lykilatriði þetta belti af hafstraumum fyrir veðurfar og velsæld og lífskjör í öllum heimshlutum. Og aflvélin sem keyrir þetta belti áfram samanstendur af þessu hlýju hafstraumum sem koma frá Mexíkó upp til Íslands og við kallum Golfstraumin frá Mexíkóflóðunum og ferska vatninu, kalda vatninu sem kemur vegna bráðnunar jöklana á Grænlandi og ef efnasamsetningin á því þegar þessir tveir hlýju hafstraumir frá Mexíkó og kalda vatninu sem kemur frá Grænlandi mætast, ef efnasamsetningin breytist þá getur það hægt á hafstraumunum. Þannig að þetta þriðja hættan sem getur tengist því að ísinn að bráðna. Og svo fjórða hættan sem mjög lítið hefur verið talað sem kínverskir vísindamenn, sérstaklega yngri vísindamenn hafa verið að rannsaka og ég bauð hérna 3 ungum kínverskum vísindakonum að koma á þing Arctic Circle fyrir rúm ári síðan til þess að lýsa þessu. Þær hafa semst farið í það að stunda það sem á ensku kallað mikrorannsóknir, það segja smá rannsóknir, það sem aftur á móti greining og rannsóknir á jöklunum hafa verið meira svona makro, það segja stórir jöklar og annað. Þær hafa sem farið að rannsaka það að þegar ísinn og freðmýrnar bráðna bæði á norðurslóðum og upp í Himalajafjöllunum þá sleppa út í andrúmsloftið alls konar veirur og bakteríur sem hafa verið frosnar í ísnum eða freðmýrunum árhundruð ef ekki árþúsundir. Og þetta séu veirur og bakteríur og vírusar
sem að við og okkar mannslingami kann ekkert á. Þannig að þetta geti hugsanlega leitt til faraldra með svipuðum hætti og COVID. Og þegar ég var í Peking fyrir 2 árum síðan og heimsótti þessar rannsóknarstöðvar sem ég hef gert í 20 árum og hlustaði á þessar rannsóknir, þá áttaði ég mig á því að þetta var alveg svona byltingarkennd viðbót við þessa umræðu áhrif bráðnunar vegna þess að þú tekur bara Rússland, freðmýrarnar í Rússlandi alltaf gríðarlegt flæmið, þú tekur freðmýrarnar í Kanada, alveg gríðarlegt flæmið, þú tekur freðmýrarnar í Alaska, alveg gríðarlegt flæmið. Og ef að það þannig að þess að vísindaransóknir finna inn í ísnum sem heldur þessum freðmýrum föstum, eins og það er gert í gegnum aldirnar, leynast þessar bakteríur og vírusar og veirur. Þá getur sú hætta kannski orðið miklu erfiðari viðuregna heldur en ýmsar aðrar. Svo að áhrifin af bráðnun íssins eru orðin ansi margþætt. Og þess vegna það ósköp eðlilegt að menn horfi á það, eins og ég hef sagt, og einfalda þessa loftslagsumræðu með því að segja að kerfinu við bara vandinn við þurfum að stoppa ísinn frá því að bráða. Og hvernig gerum við það? Já. Það bara með því að breyta orkukerfi heimsins. Það engin önnur leið. Að breyta orkukerfi heimsins. Og það þess vegna sem Ísland færi líka alveg sérstakann sess í veröldinni nú á okkar tímum, vegna þess að okkur hefur tekist á 70-80 árum að fara frá því að vera 80% háð innfluttum kolum og olíu í því að verða númer 1 í veröldinni hvað snertir hreina orku. Og það vegferð og galdur sem að vaxandi fjöldi þjóðaheims horfir á og leitar eftir samstarfi við Íslendinga og ég hef tekið þátt í því að byggja upp þetta samstarf með Íslendinga og Kínverja í hitaveitum og þó það hafi ekki vakið mikla athygli hérna á Íslandi þá það orðið stærsta hitaveitu framkvæmd í veröldinni. Íslendingar hafa tekið þátt í því að byggja yfir 8-10 hitaveitur í Kína sem eru risavagnar og eru núna í samningum að byggja hitaveitur fyrir 10 milljón manna borg. Vegna þess að Kínverjar eru búin að átta sig á því að eina leiðin til að eyða mengun í borgunum að loka kolaverunum sem hita húsin og fara að nota jarðhitann í staðinn. Já, þetta áhugavert. Einmitt bara eitthvað að minna á þetta. Já, gaman að við getum verið að miðla okkar visku til Kínverjana. Já, það skemmtilegt. Kaldi. Hann mættur. Já, hann heldur betur mættur og þó að sé einhver snjóþekja þarna á Norðurlandi og fremur vetrarlegt, þá sumarkaldi mættur á hárréttum tíma. Salan hefst, hófst á fimmtudaginn, þessi kemur út á laugardegi og sumarkaldi eins og sumarsólsetri gríðarlega fallegur og góður fyrir sálina. Engin rótarnarefni og engin viðbættur sigur. Sumarkaldi. Íslandssjóður. Að spara í sjóðum einföld og góð leið til uppbyggingar á sparnaði og þeir eru þetta með úrvalssjóða eftir hvaða áhættu þín fjölskylda eða fyrirtæki eru tilbúin að taka. Þetta með lausafjársjóði fyrir fyrirtækina sem eru sniður og þarna eru þetta bara líka valið fólki í hverju rúmi. Búin að vera að síðan held ég 92, ég gæti verið að fara með rangmál þarna en þeir eru að minnstakosti búin að eru elsta sjóðstýringafyrirtæki Íslands. Og í guðanabænum foreldra sem har hlusta búið til reglulega sparnaði sjóðum í Íslandssjóðum fyrir börnin ykkar. Rétt. Sessor, óháður ráðgjöf án hagsmunatengsla. Sessor ekki bundin einum söluaðila eða ákveðnu kerfi. Ráðgjöfin ræðist einfallega því hvað þjónar viðskiptavinum best. Og það sem kannski besti þetta að það til dæmis mörg fyrirtæki að fara inn í Business Central núna, BSC. Þeir segja bara, við getum alveg skoða hvað annað líka. Við erum óháðir. Nei, einmitt. Þeir eru ríkala færi á sviði upplýsingatækni, fjármála og bókhalds og síðan eru þeir bara með ráðgjöf. En það eins og nefnir það eru margar hættur sem stæða okkur og okkur vandi á höndum búin en ríkir eining meðal sérfræðingana af því að þetta hefur náttúrulega verið afskrifað kannski líka ef við horfum aftur í tíman bara að svo langt í að eitthvað fara að gerast hvenær fer þetta svo langt í það við þurfum ekkert að pæla ríkir eining meðal sérfræðinganum það einhver tímalína og sviðsmynd? Já, það kannski skemmtilegast að svara því þannig að fyrir svona 15-20 árum þá byrti National Geographic, þetta fræga bandaríska tímarit sem kannski svona þekktasta tímarit í veröldinu
náttúruna, ætla bæði almenningi og vísdamann. Byrtu hefti af því að þeir hverju hefti helgaði einhver svona tema og flott forsíða. Og forsíðan í þessu hefti hafði þá fyrirsögnu The Science Was Wrong. The Science Was Wrong. Í loftslagsmálum. Og hver var boðskapurinn? Jú, það var að allir spádómar hlýnun jarðar eða loftslagsbreytingar, þeir hefðu verið rángir hvað það snertir að hraðin hefði orðið miklu meiri heldur en mann spáð. Já. Þannig að ef þú ert að spyrja að hvaða leyti hafa vísindamenn rétt fyrir sér á undanförnum áratugum, þá svarið nei, þau ekki haft rétt fyrir sér vegna þess að þau breytingarnar eru miklu hraðari en þau hafa spáð. Þetta enn verra en við byggust við. Já. Hins vegar sko, þegar menn að draga þessar vísindamenn niðurstöður í efa, sko, þá bendi ég nú bara á það. Sko, það eru þúsundir vísindamanna í Bandaríkjunum sem stunda þessar rannsóknir. Það eru þúsundir vísindamanna í Evrópu sem stunda þessar rannsóknir. Það eru þúsundir vísindamanna í Asíu sem stunda þessar rannsóknir. Þeir get ekki allir verið með eintóma vitleysu. Það er ólíklegt. og þessar öflugu vísindastofnanir, hvort sem eru bandarískar, indverskar, kínverskar, japanskar, þýskar, ítalskar, franskar, get ekki allar haft rátt fyrir sér. Og margir eru tilbúnir að virða NASA, geimferðarstofnun Bandaríkjanna, þegar hún senda fólk til túnsins eða út í geiminn eins og við sáum nú nýlega. Já. Af hverju eru menn þá ekki tilbúnir að virða niðurstöður NASA varðandi hvað er að gerast á jörðinni? Ef við erum tilbúnir að viðurkenna niðurstöður að hvað sé að gerast á tunglinu. Já. Mjög gott. Hún nefndir Bandaríkin meðal annars. Mér langar að ræða við stórveldin. Bandaríkin, Kína, Evrópu og kannski samspilið þarna milli. Stóra taflborðið. Stóra taflborðið, já. Þú talaði grundvallar breytingu í valdakerfi Bandaríkjanna. Hver er helsta breytingin sem að fólk þarf að skilja og átta sig á til þess að átta sig betur á því hvert stefnir? Sko, svarið við þessu er bæði svona einfalt og líka flókið. En sko, margir tala þannig eins og þessar breytingar sé einhvern veginn bara allt í einu að gerast. Og þá kannski rifja ég stundum upp að á fyrsta kjörtímabili mínu sem forseti 1996 til árið 2000 þá var nú svona dálítið í tísku að velta fyrir sér, þeir eru svo ungir, þeir muni ekki því. Þá vorum að fæðast þarna? Já. Þá var dálítið í tísku þessi umræða að ég nú að koma ný öld og hvað ber hún í skauti sér og svona. Þannig að ég tók dálítið tíma á fyrsta kjörtímabilinu til þess að velta því fyrir mér hvaða megin breytingar og megin viðfáðsefni eiga eftir að setja svipsinn á 21. öldina sem skipta Íslendingamáli. Og ég komst að því að það væru 4 þættir sem að myndu vera aðal breytingarnar sem snertir Ísland. Eitt af því voru norðurslóðir. Þá fyrir 25 ára síðan var bara litið á norðurslóður sem algjört jaðarsvæði. Og þegar ég byrjaði að fara á svona litla norðurslóðafundi sem forseti upp úr aldamótunum, þá voru margir sem skildi ekkert hvað forseti með þess að masast í því að vera að ræða þessa norðurslóði. Nú eins og við töluðum áðan, nú er þetta bara orðið megin taflborð svona veraldarinnar og líka hefur megin áhrif á efnahagslíf heimsins á næstu árum. Annað var þörfin á hreinni orku og árangur okkar í sérstaklega jarðhita myndi skapa eftirspurn vítt og breytt verölduna. Og það hefur náttúrulega gerst líka. Og það þriðja voru loftslagsbreytingarnar sem þá voru ekkert mikið til umræðu, satt best að segja, en svo samræði okkar hefur nú sýnt fram að þessu orðin lykilmál. En 4. þátturinn sem nánast allir efuðust að væri rétt hjá mér fyrir 25 árum var að
Asía myndi verða ein mikilvægasta álfan á 21. öldinni efnahagslega séð. Og það hefur gerst og nú viðurkenna allir það. En ég var gagnrýndur mjög harkalega á árunum upp úr aldamótunum af ýmsum hér í fjölmiðlum og annars staðar og ráðamannu fyrir það að ég væri að sinna Asíuríkjum, Indlandi, Kína og öðrum Asíuríkjum. Af hverju væri Forstinn bara sífellt að tala með sig Asíuríki, hann hægt að helga sig Þýskalandi og Fraklandi, Norðurlöndum og svo framvegis. En þegar menn tala það, þá þetta mikilvægt að menn horfi ekki bara á Kína sem flestir gera, menn þurfum að horfa á ekki síður á Indland. Sko, Indland í dag fjölmennasta ríki heims. Já. Þeir verða líka eftir örfá ár þriðja stærsta hagkerfi heims. Stærra en Þýskaland, stærra en Frakland, stærra en nokkurt annað hagkerfi í veröldinni nema Kína og Bandaríkin. Þeir eru líka með mestan fjölda af ungu fólki allra landa í veröldinni, miklu fleiri heldur en til dæmis Kína. Þannig að þeir eru með þessar herdildir af ungu fólki sem getur gert sig gildandi í alls konar tæknisviðum og svo framvegis eða farið til annarra landa eins og þeir eru að gera og svo má heldur ekki gleyma því að þeir eru langstærsta lýðræðisríki í veröldinni. Það eru fleiri sem kjósa á Indlandi heldur en kjósa í Bandaríkjunum og Evrópu samanlagt. Og svo það Vietnam sem mjög öflugt hagkerfi. Svo það Indonesia sem að verða æ meira gildandi og svo náttúrulega Japan og Kórea eins og við þekkjum. Þannig að það í raun og veru dálítið villandi að horfa bara á Kína. Við eigum eiginlega að horfa á Asíu sem þess að miklu þungamiðju og þar erum við svo vel stödd Íslendingar að við erum með fríverslunarsamning við bæði Indland og Kína. Já. Og ef við næðum fríverslunarsamningi við Bandaríkin sem ég tel að væri bara handavinna ef að myndu einhenda sér í það. Já. Þá væri við með fríverslunarsamning eftir nokkur ár við 3 stærstu hagkerfi heims. Og svo erum við með EES-samningin til viðbótar og mér liggur nú við að segja hvað viljum við meira. Ef þetta dugir ekki íslensku efnahagslífi til að tryggja áframhaldandi velferð og hagsæld, þá veit ég ekki hvað muni duga. Þannig að þegar við erum að horfa á breytt hlutföll í veröldinni, þá árétta ég ætíð að það ekki bara Kína, heldur það þessi öflugu ríki Asíu, Indland, Indonesia, Japan, Kórea, vaxandi mæli Vietnam sem mjög öflugt hagkerfi, þó að mannfjölda séð auðvitað minna heldur Indland og Kína. Og við Íslendingar erum mjög vel sett hvað það snertir að við höfum margvísleg tengsl við Indland, Kína, Japan, Kóreu og fleiri lönd. Og við sjáum þetta líka á hringborðinu hérna á hverju ári, hvað öflugar sendinefndir frá þessum ríkjum koma hérna til Íslands. Og það merkilegt til dæmis hvað áherslu bæði Indland og Kína hafa lagt á það að bjóða forsetum Íslands í heimsókn. Og á síðasta kjörtímabili fór ég í opinbera heimsókn til Kóreu, Singapúr, Vietnam. Bandaríkin í þessari jöfnu eru eiginlega meira spurningamerki. Sko, þau eru þetta ennþá og verða nokkuð langa framtíð mjög öflugt herveldi ef ekki öflugasta herveldi heims, meðal annars vegna þess að það svo miklum peningum dælt í hernaðar nýsköpun og hernaðarframleiðsluna í Bandaríkjunum, stór hluti af þjóðarframleiðslu þeirra og stór hluti ríkisstyrkja í bandaríska hagkerfinu fer í það. Þeir eru líka með fjölda fyrirtækja sem á heimsvísu öflugustu fyrirtækin á sínu sviði. Við þekkjum náttúrulega Apple og Google og öll þessi fyrirtækin. Það eru fjölmörg önnur. Ástæðan fyrir því að menn horfa á Elon Musk nú ekki bara hann svona litríkur karakter, heldur líka hann að gera sig gildandi á efnahagsviðum sem skipta máli fyrir allan heiminn. Og svo það náttúrulega samkeppnin geiminn, við skulum ekki gleyma því að í vaxandi mæli munu valdahlutullin á jörðinni ráðast af því hverjir sigra í þessu kappleipi geiminn. Og þá það ekki bara spurningin að senda einhver geimför hérna út í geiminn, heldur að það líka
vinna orku frá geimnum. Nú það orðið tæknilega mögulegt að senda stór sólorkuver út í geim og senda orkuna þráðlaust til jarðar. Svo menn fann að geta stunda námugröft út í geimnum. Og svo náttúrulega öll þetta nettenginga sem við þekkjum í gegnum kapla og gerfinnitt og svona, en ástæðan fyrir að Svalbarði orðin svona mikilvægt svæði og það nú eitt af því til viðbótar sem gerir norðurslóðir svona mikilvægt og Grænland og eina ástæðan fyrir því að Trump hefur svona áhuga á Grænland það að jarðstöðvarnar fyrir þetta kapplaup í geimnum, orku frá geimnum og námugröft frá geimnum og connectivity frá geimnum, það hagkvæmast að hafa jarðstöðvarnar einhver staðar á norðurslóðum. Og þess vegna samtenging milli þessa valdakaplaups sem þú varst að vísa til í þinni spurningu og norðurslóða. Eins og úrslitin mun ekki bara ráðast í tæknigetu sem þessi land hafa heima hjá sér, heldur líka hvernig við geta komið sér fyrir á norðurslóðum. Og það til dæmis athyglisvert í þessu sambandi að Bandaríkin, Indland og Kína leggja gríðarlega áherslu á það sem ensku kalla space competitiveness og það hefur farið fram hjá mörgum á Vesturlandi hvað Indland orðið öflugt land hvað snertir geiminn. Ja. Og þetta eru þessir 3 aðilar sem að muni skipta mestu máli í því kapphlaupi. Það Indland, Kína og Bandaríkin. Þannig að svarið við öflugum sessi Bandaríkjana á næstu árum og áratugum tengist að nokkuð liti hvað mun gerast í þessu kapphlaupi. En síðan sjáum við náttúrulega líka og það veit allir að það eru alls konar innbyrðis mótsagnir í bandarísku samfélagi sem eru bæði efnahagslegar, félagslegar, pólitískar og þar sem áður var nú lengi sagt sko að Bandaríkin væru fyrirsjáanleg og notaður enska hugtökið the predictable ally að nú þau orðin ófyrirsjáanleg. Ja. Það hefði ekki nokkuð maður geta spáð því að Trump yrði fórsti og þeir voru yfirleitt taldir sko bara kjánar hérna í Evrópu sem spáðu því að Trump yrði fórsti í talningum að mann spáðu því að hann gæti náð endurkjöri. Það gerðist nú og það var til dæmis fróðlegt þegar George Bush W. gamli var spurður sko eftir það að Trump tapaði kosningunum fyrir Biden. Hvað hann finnist merkilegast við þær kosningar. Þá sagði Bush, það sem ég finnst merkilegast við þetta nú ekki að Trump hafi tapað fyrir Biden. Heldur að Trump fekk 10 milljónum fleiri atkvæði í þessum kosningum en hann fekk þegar hann var kosin. Já. Þannig að það eru 8-10 milljónir manna sem kjósa Trump. Já. Menn geta, það gagnlegt að velta því fyrir sig hvað þetta fólk að hugsa. Hver ástæðan. Ég meina að tilneigingu til að túlka þetta sem bara einhverjar uppákomar hjá Trump. Þannig að ég held að Bandaríkin munu verða á vettfangi lengi enn, öflug með margvíslegum hætti, en þau þurfa líka að glíma við pólitísku óvissu og innri mótsetningar í sínu samfélagi. Og svo það Evrópa og sko, það náttúrulega flókið vegna þess að Evrópa sífellt sko að lyfta einhverjum gamlum draumum og einhverjum gamlum tímabilum og skortir kannski svona sjálfsgagnrýni til þess að átt að sjá því hvernig staðanar í veröldinni að breytast og kannski ástæðan svo að Frakkar, Bretar, einhver lit Ítalir og Þjóðverjar voru náttúrulega nýlenduveldi. Bara þegar ég fæðist þá var ennþá í gildi þessi frasi sko breska heimsveldið að sólin sest aldrei á breska heimsveldinu. Þegar ég fór til háskólanáms í Bretlandi þá voru ennþá nýlendurnar að fá sjálfstæði og þegar maður heimsækir til dæmis þetta nýja safn í Washington, African American Museum var opnað á loka ári Obama og fjallar stöðu blökkumanna í Bandaríkjunum frá því að þeir komu sem þrælar. Það mjög merkilegt að ganga í gegnum það safni, ég myndi nú mæla með því einhvern tímann þegar þau eru í Washington og byrja í kjallaranum. Já. Í kjallaranum skrá yfir hvert einasta þrælaskip og hvað voru margir borð og hvernig þau voru seldir og skrái og hvaðan þessi skip voru.
Og þá kemur í ljós að þau lönd sem voru athafnasömust í þrælasölunni voru Spánverjar, Portugalir, Bretar og Danir. Já. Og Danir. Já. Já. Og ég tel mig nú vera nokkuð vel menntaðan. Jú, jú. Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei. Ég rak bara stóra augu. Og ég er nú ekki að setja það vegna að þetta er náttúrulega langt liðið síðan, en þetta er bara svona áminning það að þessi fornafrægð Evrópu og þessi miklu völd þessara ríkja voru þetta byggð á veruleika sem er kannski endilega í samræmi við hérna nútíman. Og svo má heldur ekki gleyma því að sko lýðræðið hefur ekkit endilega verið mjög rótfast í Evrópu. Ég bendi manni stundum á það að á fyrstu árum ævi minnar var ekkert lýðræðisríki á meginlandi Evrópu. Ekki eitt. Þau voru öll annarkvöld undir nasistum, fasistum eða kommunistum. Gætir hafa tekið Sviss sem undantekningu en konur hafði ekki kosningarétt, þannig svona skilgreiningar hvort það var lýðræðisríki. Öll önnur lýðræðisríki í Evrópu sem voru bara 5 eða 6, þau voru í norðurhlutanum, þar segja Ísland, Bretland, Írland, Svíþjóð. Þannig að sko lýðræðið stendur heldur ekki mjög traustum fótum í evrópsku sögu og þegar það bætir svo við sko óvissunni í efnahagsmálum, með Þýskaland glímir við gríðarlegan efnahagsvanda, Frakkland er náttúrulega í gríðarlegum efnahagsvanda, pólitíska kerfið er að breytast þannig að það getur vel verið að aukasennaðir hægri flokkar verið ráðandi flokkar í bæði Frakklandi og Þýskalandi eftir bara örfá ár. Að þá verður bara að segja eins og að það er bara stórt spurningamerki yfir framtíð Evrópu. Hvort að hún mun reynast sko efnahagslega samkeppnisfær eða ekki. Og ég hef aldrei saknað þess í þessari umræðu Evrópusambandið sem er auðvitað mikilvæg, að hún fer fram núna eins og hún sé nánast sögulaus. Það er svo menn sé búin að gleyma því að þessi umræðu staði áratugi. Og ef við förum svona 30 ára aftur í tíman, að þá var kannski megin efnið í þessari umræðu, og þá er ekki bara að tala Ísland, heldur líka bara innan Evrópu sjálfar. Það var spurningin það hvaða efnahagsmódel er vænlegast til að skila árangri. Þar sem að annars vegar til að einfalda þetta voru menn að tala þetta frjálsræðismódel þar sem að markaðurinn fær, ég segi nú ekki hömlulaust en með nokkuð frjálslegum hætti að gera sig gildandi og Bandaríkin kannski nokkuð gott dæmi það og svo fór Kína að breytast á þessari öld þannig að það fór meira að láta markaðinn ráða. Eða var það samræmingarmódelið, regluverksmódelið, þar sem að hagkerfinu væri stýrt með því að láta sem flest lönd þurfa að lúta samskonar reglum og væri svona stórt einhuga kerfi. Og fyrir 30 árum var alveg hægt að vera með umræðu, akademíska og efnislega það hvort módelið væri líklegra til þess að ná efnahagslegum árangri og þegar menn voru að verða Evrópusinnar á þessum árum, fyrir 30 ára síðan, þá var það að verulegum hluta vegna þess að menn töldu að þetta samræmingarmódel, regluverksmódelið, væri vænlegra að skila hagvexti, farsæld og bættum lífskjörum fyrir fólkið heldur en tiltölulega frjálsa markaðsmódel. Núna, 30 ára síðan, er niðurstaðan augljós. Það er að segja Evrópusambandsmódelið, samræmingarmódelið, regluverksmódelið hefur tapað í samkeppninni. Og nú viðurkennið Evrópusambandið það sjálft og við sjáum það á þessum gagnrýnu skýrslum sem hafa verið að koma fram. Að það eru fleiri áhrifamenn að segja að við verðum að hverfa frá þessari braut. Og ég held að það sé þess vegna megin vandi Evrópu, þar sé Evrópusambandshlutans á næstu árum og áratugum, að þetta módel sem þeir hafa kerfisbundi byggt upp og eru enn að byggja upp með enn meiri regluverki og enn meiri samræmingu, hefur bara ekki reynst eins samkeppnishæft í samkeppninni við Bandaríkin, við Indland, við Kína, við Asíu, eins og menn töldu fyrir 30 árum.
Já, við erum komnir að Já, ég veit að fólk mun sperra eirun vel núna. hornsteini þáttans, það Evrópusambandi. Já. Ólafur, þú talar hérna aðeins skýrskotar í Draghi í skýrsluna með annars. Já, hún ágætt dæmi. Já, maður Draghi fyrirvændi Seðlabankastjóri ECB og forsætisráðherra Ítalíu. Maðurinn sem bjargaði evrunni árið 2012 skrifaði 400 blaðsíðna skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina þar sem að hann lýsti stöðu Evrópu sem existential challenge, eða tilvistalegri áskorun. Hann talar að ESB þurfi að dæla 800 milljónum evra á ári inn í kerfið, næstum 5% af landsframleiðslu sambandsins, eða standa frammi fyrir hægfara dauðastríði. Hvað segir það okkur þegar maðurinn sem bjargaði evrunni nú orðin svart sínastur allra á framtíð sambandsins? Ég held að hann hafi alveg rétt fyrir sér og eins og ég var að lýsa fyrir ykkur að það er mjög mikilvægt, sérstaklega núna þegar þjóðin á að fara að greiða atkvæði, að menn hafi þekkingu á þessari löngu intellektual fræðilegri umræðu Evrópusambandið, bæði innan Evrópusambandsins sjálfs og eins á alþjóðvelli. Vegna þess að hvers vegna var Evrópusambandið stofnað? Menn eru núna að tala sömur eins og það hafi verið byggt á einhverjum gildum og svo það bara tiltölulega óljóst á hver þessi gildi eru og svo framvegis. En þetta var fyrst og fremst efnahagslegt hagsmunamál. Það var svo kenning að með samræmingu og regluverki og með því að stækka markaðinn myndu þessi ríki sem hefðu áður verið nýlenduveldi og svo þau öflugust í veröldinni geta haldið stöðu sinni í hinu breytilega hagkerfi heimsins með vaxandi samkeppni frá Bandaríkjunum, frá Asíu og svo framvegis. Það var fyrst og fremst hið efnahagslega módel sem Evrópusambandið var byggt á og var talið að myndi þjóna hagsmunum ríkjana, efnahagslegu hagsmunum mun betur. Og eins og ég rakti fyrir ykkur áðan að nú 30 árum síðar að þá liggur niðurstaðan fyrir. Þannig í stað þess að skara fram úr öllum öðrum Evrópa í örvæntingar fullri baráttu við að geta haldið í við Bandaríkin, við Asíu. Og auðvitað það wake-up call, ef ég má nota það orð, fyrir Evrópu að í lok þessa áratugar verður Indland þriðja stærsta hagkerfið í heimi. Og 3 stærstu hagkerfi verða Bandaríkin, Kína og Indland. Evrópa kemst ekki á blað. Og þessi umræða, hún náttúrulega innan Evrópusambandsins og af hálfu allra eins og Draghi sem taka sig alvarlega, bara intellektuál og fræðilega, auðvitað megin viðfáðsefni. Vegna þess að ef að svarið við þessu ekki jákvætt, þá náttúrulega allt annað unni fyrir gíg. Þá allt annað bara blekking. Og ég hef því miður saknað þess mjög í þessari umræðu hér núna að hún kemur út úr einhverjum tómarúmi. Það eins og hún sé bara sögulaus. Hún eigi sér engan fræðilegan jarðveg. Hún eigi sér engar intellektuála forsendur. Þetta bara í vaxandi mæli orðið annarkvort einhver hráskinnalegur eða bara einhver slagorð. Og mjög erfitt þess vegna fyrir almenning að átta sig á þessu. Það búin að vera mikil umræða eins og þið vitið og við vitum öllum var hætt við umsóknina eða ekki og hver var grundur þessara bréfa sem Gunnar Bragi sendi og fundar sem Sigmundur Davíð átti og svo það núandi ríkisstjórn tekur þetta upp. Ég get skilið þessa umræðu en hún í sjálfu sér skiptir ekki miklu máli vegna þess að ef að Evrópusambandið kýs að hefja viðræður við Ísland á þessum gamla grunni þá það bara hægt. Já. Þá gerir Evrópusambandið það alveg sama hvort að Gunnar Bragi eða Stengur eða Sigmundur Davíð hafa sendt ykkur bréf eða ekki, þá bara gerir Evrópusambandið það. En þá verður menn líka að hafa það alveg á hreinu
hver þá þessi grunnur sem á að byggja á? Þessi grunnur sem var lagður fyrir 17 árum af ríkisstjórn Jóhönnu og Steingrími. Og það verður að segjast Jóhönnu til hrós og Steingrími og Össuri til hrós að þau voru alveg hreinskilin með það og klára því gagnvart þjóðinni og öllum öðrum. Að sá grunnur sem var lagður fyrir 17 árum var formleg umsókn aðild að Evrópusambandinu. Alþingi samþykti að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og Össur fór til Svíþjóðar sem þá var í forsæti Evrópusambandins og afhendi Carl Bildt utanríkisráðherra Svíþjóðar hina formlegu umsókn og til frægmynd af þeim báðum kátir mjög yfir þessum gjörningi. Núna hins vegar talað þannig eins og aðalatriði bara einhverja viðræður og einhver svona könnunarprósess og einhver annað. Kikki pakkan. Já, samanber þennan frasa. En sko það bara aðferðafræðin. Það eru bara technicalities og ég sletti því. Viðræðurnar eru bara technicalities. Þær skipta engu höfu máli í því sem verður að spurja Það sem gerðist fyrir 17 árum var að Ísland sótti formlega aðild. Og ef á endurvekja þann prósess, þá bara Ísland aftur að sækja aðild. Punktur. Já. Og eins og ég segi, það má hæla Jóhann og Steingrími og Össuri fyrir það. Þau voru aldrei að draga neina fjöður yfir það. En Kappal? Já. Kappal með glæsileg herraföt á frábæru verði. Mjög viðræðanleg og vorfatnaðurinn. Hann mættur í Kappal. Hann mættur. Og það auðvitað mikið fagnaðarefni, bólir og pólóskirtur, peysur og gollur, skirtur, jakkar og yfirhafnið. Nefndu það bara. Já, nefnitt. Ef þú getur nefnt það, þá fæst það í Kappal. Já, meðal alls í Smáralindinni. Krónan. Við ræddum auðvitað vöru vikunar frá Selkerabúðinni í síðasta þetta. Þær eru auðvitað mættar í verslanir Krónunar. Já, það bara þannig. Og svo það líka fiskverslun Hafliða. Hún mætt. Maður hefur nú stundum reykið upp stóru augu. Býtu, ég að fá fiskverslun Hafliða í Krónunni? Ótrúlegt. Við komum Selkerabúðina og fiskverslun Hafliða á sama stað. En maður reynir að stelta ekkert of lengi við það, maður bara skannar það og skundar það síðan út. Columbus, ævintýraferðir. Já. Japan. Gestur þáttarins hefur átt í miklu samstarfi í Japan. Sérstaklega varandi núna orðslóðamálin. Stýrt Arctic Circle í Japan, Japan Forum og lagði sérstaklega áherslu á aukið Japans á norðurslóðum ásamt því að styrkja tengsl þjóðana í gegnum rannsóknir og listir. En Columbus, ævintýraferðir. Þeir leggja líka sérstaklega áherslu á Japan. Rækta sambandi við Asíu. Þeir eru með 12 nátta ferð, þar sem að ferðast milli Tókíó, Kyoto og Osaka með þessum ofurhraðlistum, þessum Shinkansen ofurhraðlistum. Sælas. Þar sem að sögun eru gerð einstök skil, menningin og náttúran í hávegum höfð og þess að ferði með Columbus af því ég þykist nú vita að séu nokkra hlusta Ólaf sem að gætu haft gaman að því að ferðast með Columbus í þessar ævintýraferðir. Já, þetta líka svona viðráðanlegur tíma, 12 dagar, 12 nætur, ég held sér bara fullkomið. Já. Columbus ævintýraferðir. Hvernig líst þér þá á, þykist vita hvað svarið en þessi tvöfalda atkvæðagreiðsla, er þetta eitthvað sem hefur sést áður? Nei, sko, það bara innanríkismál á Íslandi. Það nú annað sko sem að gera þörgum menn átta sig ekki á því. Sko, í sjálfu sér þarf ekki einu sinni samþykkt alþingis til að sækja aðild að Evrópusambandinu eins og Evrópusambandi horfir á það. Sko, menn gleyma því stundum þó að menn þekki allir frasan að ríkisvaldið þrískipt í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Evrópusambandi lítur þannig á, eins og reyndar mörg önnur alþjóðasamtök, að það framkvæmdarvaldið sem skiptir máli. Það það sem þeir eiga við. Það mótaðið. Á Íslandi stjórnskipun, þar sem að ríkisstjórnin framkvæmdarvaldshafi, en ríkisstjórnin ekki fjölskipað stjórnvald, eins og það heitir í lögfræðinni. Eins og alþingi fjölskipað stjórnvald í þeirri merkingu að ákvörðun alþingis verður að byggjast á því að alþingismenn komi saman og taki ákvörðun. Hæstiréttur fjölskipað stjórnvald sem byggjast á því að Hæstiréttur komi saman og taki ákvörðun. Ríkisstjórnin ekki fjölskipað stjórnvald. Þar hefur hver og einn ráðherra fullburðugt sovereint vald yfir sínum framkvæmdarvalds þætti. Og það það svona rétt sem Össur Öngstjóðan sagt, kannski Bríri, hann hefði einn geta sótt aðild að Evrópusambandinu.
eins og Evrópusambandið lítur á það vegna þess að hann var fullmektugur handhafi framkvæmdarvaldsins. Það hefur kannski verið samþykkt á vantraust vikur á eftir á Alþingi, það önnur saga. Þess vegna það bara innanríkismál á Íslandi skiptir Evrópusambandið engu máli. Það eina sem Evrópusambandið horfir á ég með formlegt erindi frá þeim ráðherra sem fer með utanríkismál eða ekki. En hvernig finnst þér þetta gagnvart bara þjóðinni almennt? Jú, það svo annar handlegur vegna þess að ég held í þessari umræðu verða menn að átta sig á því hvernig lítur Evrópusambandið á þetta. Við erum svo upptekinn við þorpið sjálft og okkar eigin vettvang að við gleymum því stundum og það þarna annar aðili. Og við erum að sækjum aðild af því að formlega að gangi þennan klúbb og hvernig lítur þessi klúbbur á það og ég veit það alveg nákvæmlega, menn hann lítur auðvitað á það að Ísland sé að sækjum aðild. Þess vegna fer hann í viðræður, en Evrópusambandið myndi aldrei fara í viðræður ef að landið var ekki að sækjum aðild. Hvort að landið sækjur aðild á grundvelli samþykktar Alþingis eða samþykkt ríkisstjórnar eða þjóðaratkvæðagreiðslu bara innanríkismál í viðkomandi aðildarríki. Og þess vegna það bara okkar mál, hvort að við erum með eina þjóðaratkvæðagreiðslu, 2 þjóðaratkvæðagreiðslu eða 3 þjóðaratkvæðagreiðslu og svo framvegis. Og þegar hinn ágæti forsætisráðherra að segja að hún mun ekki leggja fram samning við þingið nema hún samþykki hann, þá Íslensk stjórnskipun þannig að það utanríkisráðherra sem með forræði yfir viðræðunum með allir virðingu fyrir forsætisráðherra. Það utanríkisráðherra sem með algjört forræði. Auðvitað þarf hún að nota ríkisstjórnina sem svona samráðsvettvang. En vandinn líka sá í þessu og ég hef satt sig af því vaxandi áhyggjur. Af því að ég nú svo gamall í hettunni að ég man hvernig gömlu komarnir töluðu Sovjetið. Ef við bökkum aftur í tíman og skoðum fasismann og nasismann og kommunismann, þá voru þetta hugmyndafræðileg kerfi, eða það sem á ensku kalla ideológía. Og hugmyndafræði sem fallegt orð á íslensku, nærði kannski ekki alveg, þess eðlis að þá ertu búin að samfæra þig það og þú sért með öll svörin. Það mætti helst líkja þig við pólitíska guðfræði, þannig að þú ert samfærður að Jesú og Guð og Faðir almáttugur og þetta sé bara þá veruleiki sem þú trúir á. Þannig að stjórnmálaumræðan verður í vaxandi mæli eins konar trúarleg umræða. Ekki svona efnisleg rökræða einstaka þætti, heldur bara þú kemur að umræðinu með uppgerðan hug. Í báðar áttir. Og ef við tökum þessi 10-15 ár þar sem hinn kommunistiska hugmyndafræði upp á 1930 og fram með 40 hafði mikil áhrif í íslenskum þjóðmálum, að þá var hópur af fólki sem var bara með patent svör við öllu. Af því að hugmyndafræðin veitti svar við öllu. Og það orðið frægt líka, það var meira að segja orð það Sovjet, Ísland, Óskalandi, hvernig kemur þú? Já. Þetta svona draumalandi, Óskalandi. Og vandinn í þessari umræðu núna að margir eru fann að tala að breytanda nánast bara eins og gömlu komandi töluðu Sovjetið, nema nú bara Evrópa eða evran komin í staðinn. Ég hlustaði bara fyrir fáinu dögum á þingflokksformann eins ríkisstjórnarflokksins segja hvað vilja menn ekki læga vexti, vilja menn ekki læga vöruverð, vilja menn ekki betri húsnæðiskjör og svo hér listin bara áfram, bara allt í lukkunan velstandi. Já. Og maður býður bara eftir því að komi Evru, Ísland, Óskalandi, hvenær kemur þú? Svo kemur skýrsla hagfræðideildar háskólan sem segir já, það nú þessi galli og þessi galli og þessi galli og þessi galli og svo framvegis. Þannig að ég vona að forystusveitirnar sem núna á vettvangi, Alþingis og ríkisstjórnar og annars staðar, víki af götu þessara hugmyndafræðilegu átaka, þar sem öll svör eru fyrirfram gefin og fara að ræða málin efnislega. Vegna þess að það eru bara ábyrgðar hluti að þjóðin eigi að greiða atkvæði ef að þeir sem að hafa atvinna af því að leggja efni við í umræðinu í landinu og á því hvað flokkið eru kappkosta ekki að
leggja efnisatriðin á borðið bara hvert voru öðru og heldur eru komnir í einhvern hugmyndafræðilegan halleluja kór og tala svona eins og þessi formaður þingflokksins gerði. Og þá kannski ekki til þess að þjóðin sko geti átt að sig á þessu. Og svo því hent fram hvað ætla man ekki að treysta þjóðinni. Sko, það nú ekki hægt að segja það við mig, sko. Það hefur engin einn maður búið til jafnmarga þjóðaratkvæðagreiðslu eins og ég hef gert. Þannig að menn geta nú sagt ýmislegt um mig. Já. En það ekki hægt að halda því fram við mig sem einhverju svari við því sem ég að segja, heyrðu, hann treystir ekki þjóðinni. Vegna jafnvel sko sumir sem núna eru formenn í flokkum sem eru í ríkisstjórninni voru á móti þessum ákvörðunum mínum að vísa fjölmiðlafrumvarpinu og ISAF til þjóðarinnar. Þau voru ekki í því að treysta þjóðinni. Það var bara ég einn. Og var nú gagnrýndur allharkalega fyrir það á mörgum. En leiðum menn treysta þjóðinni verður menn auðvitað leggja hlutina efnislega fyrir þjóðina og stuðla því að það fari fram einhver efnislega umræða. Og af því að þið sögðust fyrirfram sko vilja tala um þetta við mig. Jú. Að til þess að útskýra sko hvað ég á nánar við þegar ég vara við þessari ideológísku umræðu Evrópusambandið, bæði með að móti. Já. Vara við þessari ideológísku umræðu sem mennum bara með patentlaustin og það er nánast orðið eins og sko Evru, Ísland, Óskalandi, hvernig kemur þú? Að þá sko tók ég hérna saman lista yfir það sem ég kalla 10 svona raundæmi. Okay. Þú mætti að hjálpa mönnum til að skýra umræðuna. Hvað sem nú með að móti. Og ef ég má taka smá tíma í það að nefna þessi 10 raundæmi, þau eru öll raundæmi, þau eru ekkit hugmyndafræðileg, þau eru alveg skýr raundæmi. Og fyrsta raundæmið það að ekkert nágrannaland Íslands í Evrópusambandinu. Ekki eitt. Ekki Grænland, ekki Færeyjar, ekki Noregur, ekki Bretland. Nei. Í okkar heimsluta ekkert einasta land sem hefur talið sér það fyrir bestu að vera í Evrópusambandinu. Ég skil alveg af hverju Belgía og Holland og Luxemburg og jafnvel Ísland, Lettland og Litauen í Evrópusambandinu. Það svo ég sletti aftur bara no-brainer að hérna átta sig á því og ég hef sagði oft hér áður fyrr ef ég hef verið forseti í Eystrasaltsríki þá hefði ég sjálfsögðu verið fylgjandi því að ríki gengi Evrópusambandi. Þetta hefur ekkert með það að gera hvort að menn í sjálfsögðu með að móti Evrópusambandi. Það er bara hvert ríki metur sína hagsmuni eftir legu sinni stöðu. Og það er bara eins og gegnum tíðina landafræðin skiptir bara höfuð máli. Og það fyrsta raundæmi sem við ættum að horfa á og leita svara við hvers vegna hefur ekkert nágranna ríki Íslands talið það sér fyrir bestu að ganga í Evrópusambandinu. Annað raundæmið það að það ekkert Norðurlanda með evruna nema Finnland. Hvers vegna hafa öll Norðurland nema Finnland talið sér fyrir bestu að vera ekki með evruna. Menn nefna stundum Danmörku, en Danmörk ekki með evruna, þeir hafa bara tengt hana við evruna og þeir geta hætt þeirri tengingu á morgun ef að dansk stjórnvöld ákveða það. En ef þú gengur í evru bandalagið þá getur ekkert færið út úr því aftur. Svíþjóð hafnaði því í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna. Í dag eru 60-70% Svía andvígir því að taka upp evru. Það er engin ríkisstjórn í Svíþjóð síðan haft það á stefnuskrá sinni að taka upp evru. Þannig að annað raundæmið að velta því fyrir sér að þessi bræðraríki sem við erum ofta með okkur, hvernig stendur á því að þau nema Finnland hafa talað sér fyrir best að vera utan Evrópusambandssvæðisins og náð miklum efnahagslegum árangri. Þriðja raundæmið það að innan Evrópusambandsins eru ríki eins og Pólland og Tékkland sem hafa ákveðið að vera ekki með evru. Og ég
segi núna upp á síkast, eigum við ekki að ræða Pólland dálítið ítalega í þessari umræðu, ekki bara af því að við erum með stóran hluta Pólveri hérna heldur. Líka Pólland það land sem kannski með hvað öflugast vaxandi hagkerfi innan Evrópusambandsins. Að verða eitt af svona áhrifaríkustu ríkjónum í okkar heimsluta efnahagslega séð. Þar engin einvignandi stuðningur fyrir því að taka upp evru nema síður séð. Pólland hefur náð þessum árangri án þess að vera með evru. Sama með Tékkland. Þannig að þegar menn að halda því fram að það sé bara einhver augljós samhengi þar á milli að það gangi Evrópusambandið að taka upp evru, þá það fróðlegt að velta fyrir hvernig stendur á því að Pólland, svo við höldum okkur bara við það, hefur talað það forsendu hins mikla efnahagslega árangurs Pólverja að vera ekki með evruna. Og við getum notað svo sem annað raundæmi taka Tékkland líka. Næsta raundæmi að það eru 3 Evrópuríki sem hafa á síðustu 10-15 árum skarað sérstaklega fram úr hvað snertir efnahagslegan árangur, hagvöxt, bætt kjör, almenning og svo framvegis. Það Noregur, Sviss og Ísland, samkvæmt öllum mælikvörðum. Hvað sem líður umræðinni hérna heima, það það bara þannig. Þessi 3 lönd eiga það öll sameiginlegt að vera hvorki í Evrópusambandinu né vera með evruna. Þannig að öll þessi raundæmi sem ég nefnt nú þegar sýn okkur að það ekkert samhengi, augljóst og geirnelt milli efnahagslegs árangurs og að taka upp evru. Þannig að þessi mantra, hugmyndafræðilega mantra, evru vextir, lægri vextir, bætt lífskjör, lægra matarverð, betri húsnæðiskjör, þetta allt saman fróða. Þetta byggist ekki á því að tengjast evrunni, það byggist á öðrum efnahagslegum þáttum. Menn geta náð þeim árangri með því að vera með evru, menn geta líka náð þeim árangri með því að vera ekki með evru. Næsta raundæmi hrunið. Og þar höfum við 2 lönd, annars vegar Grikkland og hins vegar Ísland. Annað landið utan Evrópusambandsins, hitt í Evrópusambandinu. Forsætisráðherra Grikkland, George Papandreou, vildi hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þar hvort Grikkir ættu að greiða skuldir bankana. Og nú var bannað það af forystu Evrópusambandsins, sérstaklega Frakklandi og Þýskalandi. Þannig að hann fór heim, skottið á milli lappana frá leiðtogafundinum í Brussel og varð að láta völdum skömmur sér og Grikkir glímdu svo við það árum saman að þurfa að axla þessar skuldir. Og þó að hrunið hafi verið mjög erfitt, og þá staðreyndin svo að það var ekkert land í Evrópu sem reis eins fljótt upp aftur, hvað snertir hagvöxt og lífskjör eins og Ísland eftir hrunið. Þannig að það með fróðlegt að fara í þá umræðu, bera saman Grikkland og Ísland, Pólland og svo sum Evrópulönd. Að halda okkur þessi raundæmi, staðins að vera bara með einhverja hugmyndafræðilega mantra. Nú, enn eitt raundæmið að það Evrópusamband sem Jóhann og Steingrímur Össur sóttum og á að byggja þessa vegferð á núna, það ekki lengur til. Það bara ekki lengur til. Vegna þess að þá voru Bretar í Evrópusambandinu. Menn geta það alls konar skoðunar á Bretum. Ég hef fullan skilning á því. Ég hef fylgst með Bretum sinni í fór til námstar. En það verður ekki af þeim tekið að þeir eru eina stóra Evrópuríkið sem var samfellt lýðræðisríki alla 20. öldina. Það eru ekkert annað stórt ríki í Evrópu verið samfellt lýðræðisríki alla 20. öldina nema Bretland. Ekki Frakkland, ekki Þýskaland, ekki Ítalía, ekki Pólland og svo framvegis. Og þeirra sýn á reglusetningu meira í svona engilsaxneskum anda heldur en hinum hefðbundna franska, þýska, bírókratíska hefðaranda sem að ríkt hefur í franskri stjórnsýslu og þýskri stjórnsýslu allt frá tímum Prússaríkis. Þannig að þegar Bretar eru komnir út úr Evrópusambandinu með sína lýðræðishefð, með sína regluveldis efasemdir og svo framvegis, þá þetta verður að taka líka þá raunumræðu hér heima. Hvaða Evrópusamband við núna að sækja
og þó ég beri mikla virðingu fyrir Frakklandi og Þýskalandi, þá breytir það því ekki að í Evrópusambandi í dag, ólíkt því sem voru þegar Jóhann Steingrímur sótt og svo umsókn sem á að byggja á núna var lögð fram, fyrst og fremst hagsmunakerfi þar sem Þjóðverjar og Frakkar ráða öllu að þeir koma sér saman. Þannig ef við göngum inn í Evrópusambandi eins og það núna, þá erum við bara að beygja okkur undir ákvarðana kerfi þar sem að Þjóðverjar og Frakkar ráða mestu. Þannig má halda áfram að telja upp svona raundæmi til þess að bara umræðan fari ekki út víða völl og verði ekki einhver fróða vegna þess að þau eru mörg til. Núna farið að vitna, svo ég bara ljúki þessar upptalningu, meira í öryggis og varnarmáli. Já. Það var ekki gert þegar tveir af helstu aðildarflokkum núverandi ríkisstjórnar ákváðu að ganga í Evrópusambandið. Það bara aldrei minnst á það í þessari umræðu að það eru 30 ár síðan samfylkingin ákváðu að ganga í Evrópusambandið. Þá hafði nú engu dottið í huga Trump vildi fórst í Bandaríkjanna eða einhver öryggisvandamál. Það búið að vera stefnumál samfylkingarnar í 30 ár að ganga í Evrópusambandið punktur og það voru engir fyrirvarar á þeirri stefnu. Viðreisn var stofnuð á þeim grundvelli að það ætti að ganga í Evrópusambandið. Það var megin ástæðan fyrir því að þeir klufu sig frá Sjálfstæðisflokknum og stofnuðu nýjan stjórnmálaflokk. Það var svo ákvörðun að ganga í Evrópusambandið og það voru engir fyrirvarar á því heldur. Það var aldrei sagt fyrir 30 ári hjá samfylkingunni eða 10 árum á Viðreisn að það þyrfti að kanna hvað var í boði eða sjá einhvern samning og svona. Nei. Þessir tveir flokkar voru alveg tilbúin og töldu sig að hafa allar þær upplýsingar sem þeir þurftu að halda. Þannig að annar gat fyrir 30 árum ákveðið að eftir að ganga í Evrópusambandið. Og hinn bara var stofnaður til þess að ganga í Evrópusambandið. En núna umræðan einhvern veginn eins og þetta bara aldrei gerst og farið að veifa einhverjum öryggismálum og ræða þetta í tengslum við Bandaríkin og varnarsamningin og ég veit ekki hvað staðreyndin svo, það bara allt í lagi með varnarsamningin. Það kannski dálítið skrítið að ég skuli segja þetta af því að ég var nú einu sinni formar í flokki og vildi að hún væri sagt upp. En það hefur bara ekkert gerst að hálfu Trump-stjórnarinnar sem gefur tilefni til að álykta sem svo að það sé ekki í lagi með hennar varnarsamning. Bara ekki neitt. Ekki einast atriði. Ef að menn hafa efasemdir að varnarsamningurinn gildi, þá var í miklu næra að ræða George W. Bush heldur en Trump, vegna þess að það var George W. Bush þegar hann var forseti í samvinnu við Dick Cheney og Donald Rumsfeld, varnarmálaráðherrann og varaforstan, sem ákvað að taka hellið frá Keflavík. Gegn mótmælum þávarandi ríkisstjórnar Íslands. Þannig að ef það var einhvern tímann tími til að efast það að við getum treyst þessum varnarsamningi, þá var það miklu frekar í forsetatíð George W. Bush heldur en í forsetatíð Donald Trump. Donald Trump, þó að hann sé eins og hann hefur bara ekkert gefið til kynna sem gefur okkur tilefni til að draga þá ályktun að það sé ekki í lagi með hennar varnarsamning. Og svo var þetta með Grænland. Jú. Og auðvitað hefur þetta verið óþægilegt, sérstaklega fyrir Grænlendinga og Dani og aðra þessar yfirlýsingar, Trump gagnvart Grænlandi. En staðreyndin eins og nú eru bara samningaviðræður í gangi og eftir mínum heimildu ganga þær bara nokkuð vel. Já. Þær hafa kannski dregist vegna þessara kosninga í Danmörku og vegna gengur illa að mynda ríkisstjórn í Danmörku. En eftir þeim heimildum sem ég hefa þá að verða að ræða Bandaríkjamenn fáið 3-4 svona ný svæði á Grænlandi til þess að byggja þar upp svona herstöðar þar sem þeir kynna að hafa sovereign valdi, svo það kallaði yfir þessum svæðum. Þannig að við getum alveg eins verið í þeirri stöðu bara eftir nokkur misseri það verið komið samningur milli danska konungsríkisins. Þannig að þó að þetta sé óþægilegt og það ber að hafa varan á sér svona pólitískt hvað þessari Grænlandsumræðu, þá hefur ekkert gerst í því máli svona konkrét eða efnislega sem gefur Íslandingum tilefni og íslensku stjórnvöld sem fara að hlaupa allt í einu í einhverja grundvallar breytingar á utanríkispólitík Íslandinga. Þannig ég byrð nú afsökunar á þetta löng messa. Þetta frábært. En vandinn bara sá að þessi umræða fram að þessu hefur annars vegar verið svona hugmyndafræðileg og minnir einna helst bara á gömlu kommana og hvernig þeir töluðu Sovétríkin. Þessi gilling á Evrópusambandinu og evrunni sem í gangi, jafnveg hefur ágætasta fólki
og svo eins og menn sé að hlaupa frá bara raundæmum og ef á að láta þjóðina greiða atkvæði þetta og ég tek mig alvarlega þjóðaratkvæðagreiðslu, ég meina það kannski veit enginn frekar en ég hvað það alvarlegur hlutur að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá verður mann að leggja höfuð áherslu á raun grundvöll umræðunar en ekki hlaupa bara einhverja frasa, einhver gillibúð og allar síst á þann á að gerast að hálfu fórustu flokka sem annars vegar ákvað fyrir 30 árum og svo síðan við stofnum sína að það ætti bara gangi í Evrópusambandi, punktur. Já, klart, þetta var mjög gott og ég held að þurfum að gera þennan 10 punkta lista bara opinberan og hafa hann í kjörklefanum. Eru þið ekki opinbert podcast? Jú, þetta þurfum að prenta þetta. Ég þetta markar þessi þáttur ákveðin kaflaskil og tímót hjá okkur, 300 þættir. Ég held að vera nú líka bara slaufa atkvæðagreiðslu. En það að Ólafur Ragnar Grímsson hafi jarðsungið umsóknar ESB hérna hjá okkur í dag held ég að standi upp úr á mínum ferli. 7. mæ 2026. Þetta var frábær messa. Já, mér langar þetta aðeins aldrei áfram með Evrópuna. Þetta var nú ekki messa sko, ef þú notar orðið messu þá ertu komin aftur í guðfræðina. Ég að reyna sko taka umræðina frá þessari pólitísku guðfræði. Í efnislega. Í svona konkrétt efnislega. Ein stutt frá mér sko, varandi Evrópusambandið og horfum við framtíðar Evrópusambandið, byrjum sér frá hvort Ísland fer þarna inn eða ekki. Verður Evrópusambandið mögulega í framtíðinni kannski bara eitt stórt sambandsríki, bara eins og Bandaríki? Sko það veit ekki nokkuð maður. Nei. Og þess vegna, sko ef að við værum þannig stemt að við værum kannski dálítið spennt fyrir Evrópusambandinu en við vildum vita nákvæmlega hvað við værum að fara inn í. Það var eina lógiska niðurstaðan að bíða. Bara ekki að gera þetta núna. Vegna þess að eins og þið vitnuð nú í Draghi-skýrsluna og svo framvegis. Ég meina, Evrópusambandið sjálft veit ekki eins og niður hvernig það verður eftir 10 ár. Nei. Sko vegna þess að margir, ég hef bent mér á, við þurfum að muna eftir þessari intellektúlu fræðilegu umræðu sem var ríkjandi fyrir 30 árum þegar með mér að bera saman þessu ólíku módel. Annars er þetta frjálsræðismódel í efnahagskerfinu og hins vegar regluverkis módeli. Sko nú eru margir sem segja innan Evrópusambandsins þegar það blasir við að kenningin að regluverkismódeli myndi skara fram úr og sigra í veröldinu. Það þvert á móti, það er tapað. Að þá segja menn býtur rólega, þá þurfum við bara að verða bara eins og Bandaríkin. Bara samræmjandi allt saman og verða bara sambandsríki. Þetta dugir og þú sér það. Macron talaði þannig og ýmsir aðrir talaði þannig og það var auðvitað eina ástæðan fyrir því að Bretarnir fóru út sko vegna þess að þeir vilja ekki taka þátt í því. Sko ég held að það á margt eftir að gerast þar til og ef Evrópusambandið þróast í þá ástekna það er svo mörg öfl sem að rísa gegn því. Ég benti nú á það hérna áðan að samkvæmt skoðanakönnunum er þjóðfylkingin í Fraklandi stærsti flokkurinn og getur þess vegna verið komið með forsetan bara eftir fáin misseri. Og Alternative for Deutschland getur þess vegna líka eftir einhver misseri verið komið með völdin í Þýskalandi. Og hvað þeir munu gera innan Evrópusambandsins er algjört spurningamerki. Við sjáum bara Ungverland sem dæmi. Menn héldu að þessi ágæti maður sem sigraði Orbán í kosningunum, hann væri svona Evrópusambandssinni langt í frá. Hann er eiginlega nánast á sama róli og Orbán, hvað það snerti nema hann er kurteisari. Hann kann sig meira. Hinn er meira eins og svona fíll í svona glerförbúr. Þannig að ég held að það viti þetta bara enginn og það sé nú eina á ástæðunum fyrir því að það er engin ástæði til að vera að flýta sér. Vegna þess eins og ég hef nú lýst áður, við erum bara í frábæri stöðu. Ísland er bara í frábæri stöðu, öfundsverðari stöðu, við getum kannski rætt aðeins nánar og eftir. Sko, menn hafa svona oft svona mismunandi svona módel í sínum huga eða leik
leikgerðir að því hvernig stjórnmál séu. Og við höfum komið að því, annars verður hugmyndafræðilegu stjórnmálin sem ríktu hérna á tímum gamlu komana og svo eins og sumir tala Evrópu í dag og reyndar, svo ég árétti það nú að sko, þessi hugmyndafræðilega meinloka Evrópu og evruna ekkert bara sér íslenskt fyrirbæri. Ég meina, þú heyrir fjöldan allar stjórnmálamönnum í Evrópusambandinu tala með nákvæmlega sama hætti. Svona hugmyndafræðilegur fagnaðarbóðskapur. Sko, að handbolti náttúrulega skemmtileg íþrótt. Og fyrir okkur sem að vorum á Ólympíuleikunum í Kína þegar Íslendingar kepptu við Frakka gullið náttúrulega dæmum það hvað handboltinn ekki bara skemmtileg íþrótt, þetta getur líka haft pólitískt gildi. En sko handboltinn kannski ekki mjög skynsamlegt svona leikjakerfi fyrir það að gæta hagsmuna ríkis á alþjóðvelli. Sko eins og þið vitið og við vitum sko í handboltanum hraða upplaup aðalatrið. Ef þú ætlar að skora mörk og sigra leikinn þá verður að vera dálítið að hraða upplaup og grípa boltan og hlaupa svo upp völlin og skora mark. Þannig að ólíkt knattspyrnu sem menn geta setið bara alveg sko korterum saman og gerist ekkert á vellinum sko, en í handboltanum bara hraða upplaup. Það dálítið hættulegt að fara með það leikakerfi inn á stjórnmálavöllin hvað þá heldur þegar þarf að móta langtíma utanríkis pólitíska stöðu ríkis. Þá handboltinn kannski ekki mjög skynsamleg fyrirmynd vegna þess að svo ég kom aftur að því að sá sem verður ráðherra á Íslandi hann fær framkvæmdavaldið óskorað í sínar hendur. Að þá þarf í fyrsta lagi sko að gaumgæfa hvert skref. Ekki hraða upplaup. Hraða upplaup í utanríkismálum það versta sem mann geta gert. Það þarf að gaumgæma hvert skref. Menn þurfa að leita víðar á það. Átta sig á því að það enginn með sannleikann. Menn þurfa að leita víðar á það, menn þurfa að gera það með opnum hætti. Menn þurfa að gefa sér tíma í svona ítalega fræðilega umræðu og greiningu fyrir opnu tjöldum. Og svo þurfa menn að kunna bíða. Það kannski það mikilvægasta í farsælum tökum á utanríkispólitískri stöðu ríkja. Það að vita hvenær á að bíða og hvenær ekki. Það til gott íslensk máltæki sem segir allt kann sá sem bíða kann og einhverjir að gagnrýna mig fyrir að hafa sagt það í þessari umræðu fyrir einhverjum mánuði síðan. En það nú kjarni málsins. Já. Og sérstaklega fyrir lítið ríki þá þarf það, að geta komið augnablik sem þú þarft að taka ákvarðanir skyndilega. En þú þarft líka átt að þig á því að það má ekki láta einhverjar svona yfirlýsingar eða einhver svona skyndi atburði villa sér sín. Sérstaklega ekki þegar verður að marka stefnu til langstíma og til dæmis ef við tökum evruna og þá evran þannig að hálfu Evrópusambandsins, þú getur aldrei farið út úr evrukerfinu aftur. Nei. Það bara once in a lifetime ákvörðun. Ólíkt því sem að ef þú ert með sjálfstæða gjaldmynt, þá getur þú breytt í henni. Evrun ertu bara komin undir ákvörðarvald einhverja annara. Svo að sko það grundvallar misskilningar á stöðu Íslands ef að menn telja það hafa einhvað gerst í heimsmálunum undanfari misseri sem gera það verkum að við þurfum núna allt inn í flýti að fara að taka kannski stærstu ákvarðanir sem þetta lýðveldi hefur tekið á síðustu 70 árum. Mér þætti að það var merkilegt að sjá konkrétt hvaða atburðir það eru sem hafa verið að gerast á alþjóðlegu vettvangi sem að knýja á það að við getum ekki gefið okkur góðan tíma til að ganga við þetta og fara með þjóðina í gegnum þessa efnislegu umræðu. Ég hélt satt að segja, ég var kannski svo barnalegur, sko, ég hélt satt að segja þegar þessi yfirlýsing komum að það að vera þjóðarálskagreisla fyrir 2027. Og þá hélt ég að planið væri að taka árið 2026 í svona efnislegar, ítalegar umræður
málið, leggja fram þessi raundæmi, skoða þetta fræðilega, sögulega og svo framvegis og kalla borðinu alls konar félag, samtök, fjölmiðla, fræðasamfélag, fá fólk frá öðrum löndum og svo framvegis, hlusta á Pólverja, af hverju vilja þeir ekki taka upp evru, hlusta á Tékka, af hverju vilja þeir ekki taka upp evru, hlusta á Svía, af hverju vilja þeir ekki taka upp evru, bara til að heyra rökin og heyra líka leggja á borðið einhvers konar skýrslu það hvernig stendur á því að ekkert nágrannaland Íslands hefur sótt aðild Evrópusambandið. Er þetta allt saman asnar? Er það þannig? Við séum þau einu sem höfum séð sannleikann í þessu máli. Og menn tækju sér allt árið 2026 í þessa umræðu fram á svona fyrstu mánuði næsta árs. Og svo þið ákveðið einhvern tímann á fyrsta misseri árið 2027, hvenar árinu 2027 þessi þjóðatkvæði sem myndi að fara fram. En svo bara, eins og hendi sér við auðvað, bara sagt, nei, við ætlum að hlaupi yfir þetta, hlaupi yfir alla þessa faglega umræðu og nú bara ákveða þetta áður en haustar. Já, maður sá það líka bara í umræðinu sem tölum á Bandaríkjun og Grænland sem var kannski ekki sérstaklega þægilt fyrir Grænlendinga eins og komst inn á en fjölskyldudagurinn 10. maí á Helliseiðinni milli 13 og 15. Já, sælar. Já, sælar. Á morgun. Fyrir þá sem að hlusta á þáttinn þegar hann kemur út sem ég gerir nú ráð fyrir að flestir geri, þá stjörnus að vera að mæta vísindavilli Sirkus í Ísland og ég veit ekki hvað og hvað. Basically bara orka náttúruna, það alltaf eitthvað að gera. Já, en ef þú kemst ekki, það var bara að renna við á einhverju hraðleiðstöð á höfuðborgarsvæðinu. Já. En svo það giggó. Gera eða gigga, það auðvitað stóra spurningin. Getur auðlýst eftir aðstoð eða bóðið fram þína krafta. Já, og ég vil hvetja líka hlustendur til að vera duglega að gefa einhvernir, af því að giggó er þannig hagkerfi að við treystum á góða stjörnugjöfuna. Já, veistu hvað eru margir giggarar inn á giggó í dag með 4,8 stjörnur eða meira í sínum fæi? 4,8 eða 100? 2137. Já, takk. Og 1410 þeirra eru í leit að næsta giggi núna, þannig að hvet ykkur til þess að kíkja á þetta. En svo Elko, Huawei úrið, GT Runner 2, háþróa hlaupár hana með Eliud Kipchoge og það eru þetta marathon-kóngurinn. Hann reyndar var ekki sá sem að bætti 2 klukkustundar í marathonum daginn, sem mikilvægur áfangi og merkilegur í sögunni, en Elko auðvitað líka að brjóta blaði í sögunni með því að bjóða þetta Huawei úr á 59.995 krónur. Hvað ekki vant á hann með úrið? Og þeir eru þetta með neytendavernd og þeir eru með þjónustustig bara upp í ári, þannig að ef ykkur vantar raftæki þá var Elko að sjálfsögðu fyrsta stopp. En Payday, það eru gamli vinnir okkar og nýjir. Öflugur viðskiptahugbúnaður heildstæð lausn sem býður upp á sterka fjármálastjórnun, mikla sjálfvirkni og tryggir skýra yfirsýn. Þetta með þjónustu sem að öll fyrirtæki ættu að láta sig varða, en þá sérstaklega þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki. Já, ég man þegar við vorum að byrja með Payday í bílskotnum, þá vorum við svona að fókus á þessi litlu fyrirtæki og einyrkja, en þeir hafa fært sig upp á skaft í Payday menn síðan þá. Já, þegar það er engin starfagaðal fyrirtæki sem er ráð ekki við í dag. Nei, klárt mál, en ef þú ert að stofna fyrirtæki, ég myndi bara halda fyrsta sem gerði væri bara stofna aðgang á Payday og Great Info. Já, það var svona alveg viðláðandi í umræðinni að fólki fannst til dæmis, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að það væri svona verið að beita einhvers konar upplýsingaóráðu eða hræðsluáráðu að segja núna verðum við bara að ýta þessari umræðu framar af því að þetta liggur svo rosalega á. Jú, en eins og ég sagði áðan, hraða upplaupi eru ekki góð aðferðafræði í alþjóðmálum. Og sérstaklega ekki ef á tryggja til langtíma hagsmuni ríkja. Jú, það er alveg rétt hjá þér að en ágættu utanríkisráðherra kom einhvern tímann fyrir útlöndum og sagði í sjónvarpinu nú er það komið Ísland í skjól. En eins og ég sagði áðan eftir bestu heimildum að þá eru bara formlegar samningaviðræður í gangi milli danska konungsríkisins og grænlendinga annars vegar og Trump-stjórnarna hins vegar. Og þar er bara verið að skoða ýmsa kosti sem að mér er sagt að dönsk stjórnvöld geti sætt sér við þessi meiri spurning hvort að grænlensk stjórnvöld myndi sætta sér við þá. En þá bara eftir að koma í ljós. Og þetta með varnarsamningin, eins og ég sagði áðan, það var menn getur haft miklu meiri áhyggjur á honum hérna fyrir 20 árum. Þegar George W. Bush var að taka herinn í burtu, þá var kannski efnislegu grundvöldur til þess að taka umræðan það hvort þessi væri nokkuð hald í þessum samningi. Þá horfðum við upp á það að þeir einhliða
kölluðu þetta tilbaka, en það er ekki nokkuð maður að ræða George W. Bush í þessari umræðu, það Nei. er að ræða Trump og það sýnir bara sko hvað er ekki vænlegt að hlaupa bara eftir einhverju sem er fyrsta frétt í sjónvarpinu þann daginn sko. Nei. Ég hef stundum sagt það sko þó að samfélagsmiðlarnir séu ágætir sko og skemmtilegir og ég ætti nú allra sístára gagnrýna það eftir að nota X-ið og Twitter svona. En sko, Instagram er ekki góður vettvangur til þess að móta utanríkispólitík. Nei. Nei, það er mikil fyrir það. Það er svo margt sem mann langar að koma inn á Evrópusambandið, við ætlum að halda á með þáttinn, þú veist, það er margt, þú veist, við höfum ekkert svo sem komið inn á sjávarútvegsstefnuna og Ólafur, þú talaði að það er nú bara Þú tekur kannski eftir því að ég er búin að taka öll þessi raundæmi á þess að nokkuð tíman með þess að sjávarútvegs. Sem er eiginlega hálf ótrúlega, eða sko, því svo eigum við bara það inni líka, því að það er skilvingin í Brussel sjávarútvegsstefnuna, það er verið að móta einhverja nýja stefnu, hvaða stefnu munum við þá Íslendingar heyr undir. Það eru þetta fræga dæmi þegar stríðið hófst í Miðausturlöndum og laugardegi og þá var sagt við ætlum að hittast á mánudegi og fundaði með þetta. Já, sem var skemmtilegt en það virkur dagur. Nei, en býtu, sko ég er alveg tilbúin að ræða sjávarútvegsstefnuna sko. en eins og þið heyri á mér að sko, ég til það ekki vera fyrsta vers. Nei, einmitt. Það er mörg önnur raundæmi sem er miklu fróðlegra að skoða áður en kemur að því. Það er ekki fyrsti sálmur. En þetta með tímabundnar heimildir og... Já, sko það er nú annað sem að hvergi hefur komið fram í þessari umræðu. Af því að bæða hálfu stjórnvalda og einu stjórnarandstöðna þá er alltaf verið að horfa á þessar viðræður í Brussel og hvort að ráðherrann hefur hitt þennan kommissarinn eða hinn kommissarinn og hvort að Ursula von Leyen hefur komið til Íslands hvað hún hefur sagt. Sko það vottar ekki fyrir því í þessari umræðu hérna er að þetta er ekki samningaviðræður við kommissarana í Brussel. Þeir skipta bara tiltölulega litlu máli í þessu ferli. Og ef að menn draga það í efa, þá bendi ég mönnum kurteislega á að lesa hið mjög fróðlega og mjög langa viðtal við Össur Skarphéðinsson á vísir.is fyrir nokkrum vikum síðan. Sem er held ég einhvað lengsta viðtal sem hefur verið tekið á vísir.is. En látum það vera. Sko, Össur náttúrulega stóðu í þessu í 3 ár. Það er enginn sem veit meir um það hvernig þessi samningar ganga fyrir sig en Össur Skarphéðinsson. Og hvað sagði hann í þessu langa viðtali? Jú, þá kemur það í ljós að flóknasta verkið fyrir hann sem utanríkisráðherra sem vildi sækja Össur var aldrei með einhverja orðaleikjum viðræður og kannamálið og svona aldrei nokkuð tíman. Og Jóhanna var aldrei með það heldur, aldrei nokkuð tíman. Þannig að hann verður að segja þeim það til hrós og þau þurftu ekki að vera með svona afsökunarleiki að þetta væri bara viðræður og kanna og svo fram. Þau vildu bara ganga inn, punktur. Og þá kemur það fram í þessu viðtali að hann var sífellt að ræða við sjávarútvegsráðherrann og fulltrúi í einstökum aðildarríkjum. Viðræðu ferlið við Evrópusambandið fer fram á vettvangi Evrópusambandsins þannig að hvert einstak aðildarríki getur sagt stopp. Og það sem meira er og kemur fram hjá Össuri í þessu viðtali að einstakir þingmenn sem voru að representera sjávarútvegskjördæmi gátu stoppað viðræðurnar sjávarútveg. Og það er eins og menn séu bara búin að gleyma því að Evrópusambandið er bara gigantískt pólitískt leikhús. Þar sem að það er allt vaðandi í kjördæmapólitík og hagsmunapólitík og pólitísku poti fram og aftur. Menn tala þetta eins og þetta sé einhvað stjórnsýslulegt himnaríki þar sem allir koma að borðinu með einhverja faglegar skýrslur og einhverja fagleg sjónamið og allt sé metið með þeim hætti. Nei, takk. Þetta er bara allt bullandi og vaðandi í bara gamaldags kjördæmapoti sem þykir nú ekki fínt hérna á Íslandi. Nei. En það kemur mjög greinilega fram hjá Össuri. Að þá voru bara hinir og þessir meðan annars pabbi Marine Le Pen svo gamli sem var þingmaður á Evrópuþinginu og hann var með svona sjómenn í kjördæminni hjá sér
og þeir ætlu sko ekki aldeilis að samþykja það að Íslandingar ættu að fá einhverja sér mál hérna í sjávarútvegsmálum og menn gleyma því þessari umræðum sjávarútvegsmálum að þau eru bara alveg eins og hjá okkur þegar við vorum að koma á hérna kvótakerfinu og ennþá það í dag sko hart deiluefni milli einstakra landsluta og einstakra kjördæma þannig að það getur vel verið einhverjir kommissarar í Brussel segi já, elskurnar mínar þið getið fengið hérna svona og þetta í sjávarútvegi og við erum svo að móta hérna nýja fína stefnu svona faglega og svona en bara í pólitíski veruleiki bara kjördæmapotið í sjávarútvegskjördæmunum á Spáni, á Portugal í Fraklandi og svo framvegis þar sem að menn verður bara að beygja sig undir langtíma skilning bara kallan á bryggjónum og kallan í bátunum og þeirra sem í sjávarútvegsþorpunum það hvers konar stefna og þar náttúrulega fullt af fólki eins og Írland ágætt dæmum þar sem menn eru búin að þjást út af þessari sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og hefur alltaf verið sætt býtur rólu það engar undan þið verður bara þjást áfram og haldið að þetta lið fara alltaf inn að klappa það upp að Ísland fái undan og þessu, hvers konar barnaskapur þetta eiginlega og það talað Evrópusambandið eins og ég segi eins og það sé einhvað svona sæluríki hennar faglegu vinnubragð og hennar faglegu stjórnsýslu þar sem að eins og ég segi, vitna bara í össur og lesið bara þetta langa viðtalið á vísir.is ef við dræði ef að það sem ég að segja þar sem þetta bara söður pottur gamaldags kjördæmapots og þeirra pólitíkur þar sem að hver reynir að vota sínum tóta og menn ekki tilbúinir að klappa Ísland upp ef að þeir hafa vorðið að þjást út af einhverjum reglum Evrópusambandsins ef Íslendingar alltaf inn að fá undan þá frá því. Þannig að þeir sem halda því fram að það sé bara svo ég aldrei ná fram að sletta piece of cake að semja sjávarútvegsmálin hafa bara ekki hugmynd í hvers konar pólitískt gerningaveður þeir eru að ganga hvað þau mál snertir innan Evrópu. Það ástæðan fyrir því að þótt að sjávarútvegur skipti tiltölulega litlu máli í efnahagskerfi Evrópusambandsins ef mann skoða heildina að þá hann pólitískt mjög erfiður vegna þessa veruleika. En það kannski enn eitt raundæmið þar að menn fara að gera sig grein fyrir því hvers konar pólitísku veruleiki Evrópusambandið er. Já, sko ein spurning sem ég langar að spyrja þig þegar við vorum ungir árum þegar hún neitar að skrifa undir Icesave það var auðvitað mjög frægt og þú gerir frábæra bók það Ertu að endurtaka leiki núna með Evrópusambandið? Nei, ég alls ekki að endurtaka leikin vegna þess að í fyrsta lagi eins og ég hef lýst fyrir ykkur getur framkvæmdarvaldið sótt aðild að Evrópusambandinu án þess að spurja þingað þjóðum leyfi. Evrópusambandið mun taka það gilt. Evrópusambandið er ekkert að biðja þjóðaratkvæðagreiðslu eða samþykkt á þinginu. Evrópusambandið horfir bara á það hvað framkvæmdarvaldið segir. Og þess vegna ólíkt Icesave þar sem var sem löggjöf að ræða sem að þurfti lög að fara í gegnum þingið og síðan þurfti forsetinn að staðfesta þau. Núna fyrsta lagi þarf þess ekki til að koma samningum viðræðum í gang og öðru lagi þetta bara þingsályktun-tillaga. Og þar að ekki nú 10 ár síðan ég hætti að vera forseti. Og ég hef nú svona markvisst á þeim tíma ekki verið að skipta mér á innanríkispólitík á Íslandi. Ég hef oft verið beðin að koma og tjá með alls konar mála. Ég hef ekki gert það. En mér er ekki sama hvað verður lýðveldið. Nei. Mér er ekki sama hvað verður lýðveldið. Ef maður hefur verið forseti í Íslands í 20 ár, þá áttar maður sig vel á því hvað fullveldi og sjálfstæði ríkis skiptir miklu máli. Og hvað það skiptir ríkið miklu og lýðveldi miklu að geta haft sjálfstæða aðkomu að samskiptum við Bandaríkin, Indland, Kína, lönd í Evrópu og svo framvegis. Þannig að ástæðan fyrir því að ég hef nú vísi ekki blandað mér mikið í þessu umræðu. Ég sendi út svona fáeina fæslur þannig á X. En þær þarf ekki á ensku af því ég bara á ensku af því ég nota þetta X fyrst og í tengsla við það alþjóðlega samfélag sem ég er að vinna með hérna Norðurslóðir.
Og það var náttúrulega eins og þið vitið allt meira og minna vitlaust út af því þó að þetta væri einhverja smá fæslur. Jú. En það nú ekki fyrir en ég mæti hérna hjá ykkur sko sem að ég fer í einhverja efnislega umræðum þetta. Já. Og það kannski vegna þess að mér á vissan hátt sko misboðið hvað menn leyfa sér mikla plattitjútur í þessu. Og hvað menn bara eru komnir eins og notið það aftur eins og gamlu kommatnir í bara einhvern hugmyndafræðilegan lofsöng og einhverja svona pólitíska guðfræði hérna sælríkið og hérna evruvexti og það allt saman, allt verið einfalt og gott og sjálfsagt og auðvelt og svo framvegis. Og líka forystusveitir sem bara aldrei minnast á það að þær eru forystusveitir í flokkum sem ákváðu fyrir mörgum áratugum síðan í Ísland þetta gangi í Evrópusambandsins. Heldur að tala um þess að sé einhver ný uppgötvun og kannski út af einhverju nýjum öryggis sjónarmiðum eins og Trump og Grænlandi og svo framvegis. En ég ekki með neitt plan í því í sjálfu sér, ég bara önnur kafin við ýmis önnur mál, en ég tel eins og mikilvægt fyrir okkar þjóð vegna þess að sko Íslendingar hafa náð gríðarlegum árangri vegna sjálfstæðisins. Og ég segi stundum svona við barnabörn mín, sýnir kannski svona hvað ég er gammal, ég skulle vera að fara að tala þannig, að sko núna kynslóð á Íslandi, og þá ekki bara barnabörn, kannski líka ykkar kynslóð líka, sem telja bara það sem við búum við í dag, vegakerfið, samgöngurnar, það að geta flogið hérna á hverjum degi til margra borga í Ameríku, Evrópu, heilbrigðiskerfið, menntakerfið og svo framvegis, þetta sé bara sjálfgefið. Sko þá gleyma menn því að þegar við urðum lýðveldi 1944 þá hafi það aldrei fyrr gerst í veraldarsögunni að jafn fámenn eining, rúmlega 100.000 manns, yrði fullvalda sjálfstætt ríki. Og þegar ég að alast upp vestur á fjörðum, þá veruleikinn þannig í þessu litla þorpi sem við var í hjá mínum og ömmu. Það var engin vegur í næstu firði, engin. Bara eins og Grænlandi. Já, engin vegur í næstu firði. Ef þú ætlar að fara til Flateyrar, þá varstu fyrst að fara á trillu yfir Dýrafjörð frá Þingari. Og þessir vegir sem voru þó færir á sumrin, þeir lokuðust á haustin. Og einu samskiptin voru strandferðarskipin, Esjan og Hekla, sem komu einu sinni eða tvisvar í mánuði. Og þegar við fengum heimastjórn 1904, þá var pabbi minn að komast á úlingsaldur. Það ekki lengra síðan. Nei. Það voru engir vegir í landinu. Það voru engar brýr. Það voru engar hafnir. Það var engin höfnir í Reykjavík. Þegar konungurinn kom hérna 1907 að flytja hann á báti frá konungskipinu og taka hann í land. Og ef þið horfið á ljósmyndir frá Reykjavík bara 1950, jafnvel 1960, hvað þá heldur 1930, 1940 og horfið svo á Reykjavík í dag og höfuðborgarsvæðið. Og þið horfið svo líka á það að við þurftum að flytja inn ánast alla okkar orku í kólum eða olíu, 80% af orkunni var innflutt olíu og kól þegar ég var alveg stuð. Fyrstu 20-30 árin á minni ævi. Þá þetta efnahagslegur árangur þessara litlu þjóðar nánast alveg ótrúlegur. Við erum núna hér með vegakerfi all land, það mætti vera betra að sjálfsögðu. En gleymið því ekki, sko, Ísland að stærð jafn stórt á England. Ef þú tekur Skotland og Wales í burtu, þá Ísland jafn stórt á England. Og fyrir sko 120.000 mann sem við vorum þegar lýðveldið var stofnað. 120.000 mann þegar lýðveldið var stofnað. Núna kannski milli 300.000 og 400.000. Að byggja alla þessa innviði, vegir, brýr, hafnir, flugvelli, sjúkrahús, skóla all land og senda svo þúsundir af ungu fólki til náms út allan heim. Þegar ég fór í háskólanám til Bretlands 1962, þá þurfti ég sérstætt leyfi til þess að fá gjaldeyri, þá kallað námsmannagjaldeyri í Seðlabankanum, og Landsbankanum til þess að geta farið til náms. Kallað námsmannagjaldeyri. En nú farið þið bara með kortin ykkar. Þannig að
allur þessi mikli árangur sem við höfum náð í krafti þess að við höfum haft óskoraðan sjálfsákvörðan rétt í okkar málum. Og það er þetta sem ég á við þegar ég segi, sko, mér er ekki sama lífveldið. Mér er ekki sama hvað verður sjálfstæði þjóðarinnar. En núna er eins og menn gangi að öllu þessu bara sem sjálfgefnu. Og skoðið bara allar þessar húsnæðisbyggingar. Það er náttúrulega að tala hann að gríða húsnæðisvanda og þetta er að það kannski einhver leiti. En keiriði bara hérna svæðið, Reykjavíkursvæðið, Kópavog og Garðabæ, sjáu allar blokkirnar og hverfin. Ég þurfti að fara í jarðarför fyrir nokkrum dögum síðan og keiriði að nokkur leiti gegnum Grafarholtið bara hverfið sem ég aldrei séð. Já. Með bara risið þarna með fjöldan allar blokkum og einbýlishúsum og akvegum og svo framvegis. Sko, allar þessar miklu byggingar, íbúðarhús, fjölbýlishús, íþróttahús, fótboltahús, samkomuhús, harpan, sko, fyrir svona lítið mengi, 300–400.000 manns, rúmlega 100.000 manns við lýðveldisstofnun, að ná öllum þessum efnahagslega árangri, það er bara mjög mikilvægt að menn geri sér grein fyrir því. En það er hins vegar þannig í þorpinu, sko, við erum alltaf að kvarta. Við erum alltaf að gagnrýna og ég segi stundum það er ágætt, sko, vegna þess að ef menn eru gagnrýnir og ef menn eru að kvarta þá verður einhverja framfæri. Þannig að þessi kvörtunartónn sem er svona þjóðareinkenni og okkur Íslendingum, hann er bara auðlind af vissu leyti, sko, vegna þess að það gera það verkum að menn halda það áfram og gera eitthvað meira og bæta einhverju við. Þannig að mér finnst það vera kostur, sko, þetta nöldur og þessi gagnrýnistónn og svona, þó sumum finnst það leiðilegt. Það gera það verkum að menn vilja það eitthvað meira, menn vilja gera eitthvað betur. Og ef við hættum að gera það, þá myndum framfærilega stoppa. Og ef við bætum svo við öllu þessum með norðurslóðir sem við vorum að lýsa hérna í upphafi og öllu þessum tækifærum sem Ísland hefur og líka því að við erum, sko, með hátæknivæddustu samfélögum í veröldinni. Þið getið prófað að ferðast Bandaríkin og þið munið ekki ná sambandi á síman ykkar, sko, á stórum svæðum í Bandaríkjunum. Það er ekki netsamband. Og ég tala ekki sko, önnur lönd og svo framvegis. Að þegar því er svo bætt við þessum tækifærin sem við höfum í ljósi þess hvernig norðurslóðir og okkar næsta nágrenni hefur fengið auki gildi, að þá er Ísland nánast í algjörri kjörstöðu og það verður nægilegt viðfangsefni fyrir okkur að vinna úr öllum þessum tækifærum. Ég hef nú farið við það. Kannski hafa fáir íslenskir forystumenn farið að víða veröldina eins og ég hef gert. Hvort sem það er í Asíu, Afríku, Suður-Ameríku, náttúrulega Evrópu og Bandaríkjunum átt viðræður við forystumenn í öllu þessum heimsálum og kynst þessum samfélögum og svo framvegis. Sko, menn líta á árangur Íslendinga sem bara galdraverk og vilja læra af okkur hvernig við höfum farið að þessu. Og hvort sem við skoðum Ísland eins og það var þegar ég var alveg upp eða Ísland í nútíðinni samanborið við aðra heimshluta, að þá segi ég alveg hiklaust við erum í svona einstæðu lúxushotni í veröldinni. En það er ágætt að halda áfram að kvarta og við eigum að halda áfram að gera það vegna þess að þá viljum við bæta einhverju við og gera betur og ná nýjum áfangum. Þannig að ég er alls ekki að segja að við eigum að núna leggja svo einhvað hægindi og vera bara ánægð með þennan mikla árangur. En það er mjög mikilvægt að fara að taka einhverja lykil ákvarðanir á grundvelli þess að átta sig ekki á því hvað hinn sjálfstæði ríkisákvörðunar réttur Íslendinga hefur fært okkur mikinn árangur og þjóðinni allri í lífskjörum, aðbúnaði, framförum, innviðum og svo framvegis. Og hvað sem mannum finnst Evrópusambandi, þá er það enga síður staðrind að stór hluta þessu ákvörðunarvaldi mun flytjast til Brussel, menn segja, já, við fáum sæti við borðið og svo, já, ok, en það er hansi stórt borð og það er hansi margir sem sitja þar
og það ekki endilega hlustað á alla eins og dæmin sanna og svo ég segi nú bara enn og aftur, lesið bara viðtalið við Össur og vísir.is. Klart. Það var einmitt góð grein í mokkanum helgina það sem Óli Björn skrifaði sem talar tímasprengju sem tifar í löndum ESB sem Ólafur kom enna og þetta aðeins í byrjun þar hann að benda á mörgum stærstu hagkerfum Evrópu nemi heildarbyrði opinberra skulda og ófjármagnara lífeyrisskuldbindinga það framtíðarlofur ríkja greiðslu til eldri borgara sem ekki eru studdar á eignum 400 til 600% af landsframleiðslu mjög ókvæðileg tala og hér heima eru Íslendingar auðvitað með fjármagna lífeyriskerfi og eitt af sterkasta í heimi og þetta bara svo Ólafur að koma inn á að viljum við fara inn í klúbb sem mögulega standa fram fyrir gjaldþroti á næstu áratugum. Sko, þú endaði Silvus viðtali á að segja að það væri góð þumalböðarregla kannski fyrir fyrir hvern 1 fund í Brussel eftir að taka 2 í Washington. Nú eru 4 mánuðir liðnir, það kannski bara komið í 3 fundi í Washington? Já, sko svo ég kom aftur að landafræðinni og það auðvitað gamalt lögmáli umræðum utanríkismál og hagsmuni ríkja að byrja á landafræðinni. Hvar erst á hnettinum? Hverjir eru nágrannarínir? Og hvort sem okkur líkur að betur að vera, þá erum við það Evrópuríki sem að næst hinni landfræðilegu Norður-Ameríku. Af því að Grænland landfræðilega hluti af Norður-Ameríku. Þannig að það er óskup eðlilegt að Bandaríkin skipti Ísland miklu máli. Og ef við lítum á söguna, þá verður að segja forystumannu lýðveldisins á fyrstu áratugum lýðveldisins frá 1944 og fram til 54, 64 og 70 og svo framvegis, að þeir gerðu sér grein fyrir því að það var ekki aðeins mikilvægt að ná góðri samvinnu við Bandaríkin hvað snertir varnarsamstarfið og það heldur líka hvað snertir útflutningsmarkaði. Ísland náði sínum fyrsta öfluga efnahagslega árangri með annars vegar útflutningi á fiski til Bandaríkjana, þar sem sölumistur Hafnarfjarðarhúsanna og sölufyrirtæki sambandsfrystihúsanna voru með versmiður í Bandaríkjunum og sölu til Bandaríkjana sem var uppistaðan af þessum mikla árangri í sjávarútvegi á þeim tíma. Og síðan var það náttúrulega, svo ég segi aftur þeir eru svo ungir að þið munið ekki eftir glæsi tíma loftleiða á sínum tíma. Nei. En sko loftleiði var fyrsta lággjaldaflugfélagið í veröldinni. Sem bauð lág fargjöld milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bill Clinton hefur nú oft talað það. Hans kynslóð á háskóla árum sínum gat flogið til Evrópu út af loftleiðum. En það byggðist þetta á sérstökum lendingarlegum í Bandaríkjanum. Þannig að bæði uppbygging alþjóðaflugsins og fóru loftleiðir sem Bandaríkin, Ísland, Luxemburg og svo framvegis og einn sterki markaður í sjávarútvegi. Þannig að það alveg að færa rök fyrir því að á fyrstu áratugum lýðveldisins hefðu Íslandingar ekki náð efnahagslegri sókn ef það hefði ekki verið fyrir markaðin í Bandaríkjunum og það fyrirgreiðslu sem stór fyrirtæki fengu þar og Eimskip auðvitað mjög gott dæmi það líka flutningar til hersins. Og síðan þetta líka alveg ljóst að Bandaríkin telja sínum hagsmunum varnarlega sé að best borgið með því að horfa til norðurs og horfa á í sérstaklega í dag hættuna sem kemur yfir norðurskauti frá Kína eða Rússlandi og þá þetta ekki bara Grænland, heldur líka Ísland og svo framvegis og það þetta ástæðan fyrir því að Noregur að nýta sér þessa viðspurnu í samskiptum við Washington. Men hafa kannski ekki veitt því athygli að forsætisráðherra Noregs fór ásamt Jens Stoltenberg fjármálaráðherra fyrir framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins til Washington fyrir nokkrum mánuðum síðan í mikla ferð til viðræðna við Trump og aðra forystumenn bandarískra stjórnvalda. Þannig að það kannski ágætt í þessu dæmi sem þú varst að nefna fjöldafund annars verið í Brussel og hins verið í Washington að velta yfir þessu af hverju fer öll forusta norsku ríkisstjórnarinnar til Washington. Já. Þannig að það eru öll efnislega rök fyrir því að við þurfum að rækta samband okkar í Washington og ég segi það líka í ljósi langra reynslu og vandinn sá að
sko Trump náttúrulega slíkur svona sjómann sko, sem haldi nú áfram að sletta hérna og tekur sviðið svona gegnum framkomi sinni í fjölmiðlum og svona. Að hann villir mönnum dálítið sín sko. Og ég sagði á fyrsta kjörtímabili hans og segi aftur núna sko, menn mig ekki láta hávaðan rugla sig sko. Vegna þess að til þess að ná góðum og efnisríkum og árangursríkum tengslum við Bandaríkin þurfum að rækta garðin. Það segja að menn þurfa að koma oft, menn þurfa að eiga marga fundi, það þurfa að vera samfella. Okkur hættir stundu til að mæta bara þegar það hendar okkur. En hvort sem það í samskiptum við Bandaríkin eða Indland eða Kína, þá skiptir máli að mæta oft, sína samfellu. Gefa til kynna að menn vilji langvarandi traust samband. Það sé ekki hraða upplaup eða bara uppákomar. Þess vegna þetta ekki bara spurning hvað þú hleypur allt í einhvern örfá og fundi í Washington. Þetta spurning hvernig ræktar garðin til lengdar, misseri af misseri, ár af ári og svo framvegis og leggur þá ekki síður áherslu á að byggja upp samband við lykil þingmenn og aðra áhrifaðila og líka einstaklinga í baklandi Trumps. Vegna þess að hann tekur oft meira mark á ýmsum í hans baklandi þó þeir hafa ekki formlega stöðu í stjórnkerfi. Nákvæmlega sama aðferðafræðin gildi gagnvart Kína og Indlandi. Þannig að við erum í þeirri stöðu að við erum komin með 2 eða 3 stærstu hagkerfi heims, Bandaríkin, Kína og Indland og í öllum þessum 3 ríkjum skiptir samfellan höfumáli. Ekki hraða upplaup. Heldur samfellan. Sko, Evrópa og Evrópusambandið hins vegar flókið vegna þess að annars vegar eru kommissararnir í Brussel með það leikrit að þeir séu aðalmennir en í reynd sko skiptir Þýskaland og Frakkland og nokkur önnur ríki svona lykilmálið þannig að þú nærð aldrei neinum árangri í Brussel og ræktir líka Þýskaland eða Frakkland eða Ítalíu eða Pólland og svo framvegis. Þannig að það miklu flóknara. Já. Þannig þau ráð sem ég myndi gefa íslensku ráðamönnum að rækta til lengdar Bandaríkin, Indland og Kína og passa sig á því í Evrópu að rækta ekki bara Brussel, þetta rækta líka Þýskaland, Frakkland, Ítalíu, Pólland og svo. Fröken Reykjavík, kokkustaðarins Snædís Sísa Ocampo sem nýlega komst áfram í bóku Stór heimsmeistaramótin í matreiðslu. Já, sæll. Já, þetta er landsliði. Þetta er þessi kokkur töfrakona. Já, hún ekkert að fíblast. Það er bara þannig og matseldin á Fröken Reykjavík ég ætla bara að slá því föstu hún er svo besta á stórhöfuborgarsvæðinu. Já. Jafnvel landinu, jafnvel Norðurslóðum. Já, Norðurslóðum, sammála. Kvikmyndaskóli Íslands býður upp á 3 námsbrautir. Þeir eru með kvikmyndagerð, kvikmyndatækni og kvikmyndaleik og þeir getið skráð ykkur og ef þið eru ekki ákveðin að skrá ykkur þá getið að minnstakosti kynnt ykkur málið. Kvikmyndaskóli.is og Frestur rennur út í loki júní. Þannig að það er að gera að kynna sér þetta minnstakosti af því að ég held sér hrikalega skemmtilegt nám. Já, og praktískt. Shoot up. Við erum með þetta með $1 million mannin í setti, $1 million mannin sjálfan. Það kemur nú ekkert óvart ef að hann hefði verið og hafi verið í shoot up frá toppi til táar. 100%. Það er bara mjög líklegt. Og maður var alveg misti hökkuna þegar maður sá að hann mætti fullsútaður. Já, ég veit ekki hvert ég ætlaði, en það er nýsendinga að mæti hús hjá strákunum í shoot up. Það eru skór og þeir eru alla típur í öllum stærðum. Þú nú í skóm frá shoot up hérna, Birkir? Já, ég er bara í shoot up frá toppi til táar. Já, bara sérsömmurinn og Denni Hele, sko. Það er bólhald 4 eða shootup.is. Bad Mickey, það var auðvitað meistaradeildin í liðinni viku og maður tilti sér og tók PSG Bayern hana. Og körfuboltan. Já, það var geðvitt að vera með sko körfuboltan. Rétt. Stjörnuna og Tindastól í hörkuleik, í hálfleik bara. Á loka minnar. Og svo þegar það var búið þá held maður bara áfram með Bayern PSG. Já, það er bara veisla. Þannig að Bad Mickey var bara bjóð upp á einhvern veginn alla 360 gráðunar. Og þetta kaldur og burger hana sem basically verið að gefa það. Já, og svo bara, þú veist, þessi múrsteinsveggir og hátt til lofts og rúmt til veggja, þetta er bara geðveik staðsetning. Þetta er bara geggjaður staður, fallegt rými, góð matur, góður andi. Mjög gott. Til að slúta Evrópusambandinu, var svona heyrist
ég ætla svona að leiða mér að gíska á hlustendur áttu að sjá hvað Ólafur ætla að kjósa hann 29. ágúst. Einhver svona skilaboð til framtíðar kjósenda að 29. ágúst, geta kynnt sér málið eða eitthvað, hvað myndir þú segja að gera? Já, ég ætla mér nú kannski ekki að leggja fram slík skilaboð, vegna þess að ég hef haft það sem megin afstöðu síðan ég var kosinn forseti. Svarið nú bara í léttum dúr að einu þjóðaratkvæðagreiðslunar sem ég hef ráðlagt mann hvað er þetta að kjósa eru þjóðaratkvæðagreiðslunar sem ég bjóð til sjálfur. Já, ég veit það. En mér finnst bara aðalatrið að menn geru upp hugsin á grundvelli einhvers raunveruleika. Menn far ekki að láta fróðuna eða einhverja draumsýnir eða umræðu sem meiri ætt við svona sovjetdýrkun gamla kommunistaflokksins ráða för. Og þeir sem eru með framkvæmdarvaldi í sínum höndum þurfa auðvitað að sýna þá ábyrgð að vera ekki að blekkja fólk með því að segja að þurfa að kikka í pakkan eða sjá hvað er í boði í þessum viðræðum og svo framvegis. Sérstaklega ekki þegar þeir eru formenn í flokkum sem í áratugi hafa haft það sem yfirlýst að stefna gangi í Evrópusambandi. Þannig að menn verða að vera hreinskinnir og raunsannir þegar menn eru að leggja máli fyrir þjóðina en ekki stunda einhverja svona orðaleiki og einhverja feluleiki eða einhver hraðaupplaup sem að fela raunveruleikan og þannig að ef ég legg einhvað til þessar umræðu eins og ég hef gert hér við ykkur þá var það fyrst og fremst til að hampa þessum raundæmum sem ég hef hér verið að lýsa og hvetja menn til þess að fara með umræðina frá fróðunni yfir í raundæmin. Já, klart og mjög gott dæmi sem hann nefndir áðan til dæmis samskipti við Bandaríkin að það þýr ekki að hringja bara þegar þeir setja tolla á okkur, það þarf að hafa eitthvað samfellu í þessu. Það er eitt sem að mér fannst áhugavert sem að var í gangi þegar Bandaríkin og Grænland deilan var í gangi að það sem þú varst að tala að þú hefur talað að hér í dag við Íslendingar erum bara í ágæti skjóli og hefum kannski verið að spara ég myndi ekki kalla það skjól, ég myndi segja við erum bara í ágætri stöðu. Já. Og að spara yfirlýsingar og þú ert líklega ennþá á þessari línu í staðin fyrir að vera básuna í hvað einhverjur vondur eða hvernig sem það er. Þá meina ég bara, er álegging kannski stundum upp ef ég segja bara hreint út, betra þegja en að vera í yfirlýsingum? Nei, ég er ekki að segja mönnum að þegja. Nei. Ég er bara að segja mönnum ekki stundar hraða upplaup í ákvörðunartöku. Gaumgjafa málin rækilega, gera það með orðræðu og samtölum, leita víða fanga. Átta sig á því að málin eru flókin, kynna sér reynslu annara ríkja í Evrópusambandinu sem ekki er með Evru, eins og Svíjar, Pólverjar og Tékkar. Kanna af hverju öll nágrannaríki Íslands hafa ákveðið að vera utan Evrópusambandsins. Af hverju Ísland náði sér fyrr á skrið eftir hrunið heldur en Grikkland sem var í Evrópusambandinu og svona mætti lengi telja. Þannig að ég er alls ekki að segja að menn eigi að þegja, þvert á móti, ég er að segja að menn eigi að fara í efnisríka raunsanna umræðu en ekki leysa málin með einhverju hugmyndafræðilegum gillibóðum sem eru ekki til ætt við raunverulega umræðu stefnur, heldur eiga meira skylt með svona trúarbrögðum og trúaratriðum. Og svo segi ég bara enn og aftur eins og ég hef alltaf sagt þegar menn voru að munstra nýja ríkisstjórn á Bessastöðum. Já. Og það er mikilvægt að menn átti sig á því hvað er það sem gerist á þeim fundi. Já. Af því að menn horfa á myndirnar í sjónvarpinu og komin þarna nýr hópur í kringum borðið og svona allir vonaði glaðir og svo farið í þessi lyklaskipti sem er orðin einhver volað mikið mál, þekktist nú ekki hérna fyrir 30 árum eða svo. Það sem gerist á þessum fundi er það að þessi hópur manna sem mætir á Bessastöðum og eru ráðherrar í væntanlegri ríkisstjórn, þeir fá hver sig framkvæmda vald lýðveldisins í sínum málaflokki í sínar hendur. Það er ekki léttvægur gerningur. Það er það sem formlega er undirritað á Bessastöðum á þessum fundi er að þegar þeir ganga út frá Bessastöðum
þá utanríkisráðherrann með óskorað fullveldisvald í utanríkismálum hvað snertir framkvæmdavaldið í Íslenska ríkinu. Sama gildir menntamálaráðherrann og svo framvegis. Og ólíkt öðrum þáttum ríkisvaldsins, eins og ég lýsti fyrir í þessum samræðum okkar, það sem fjölskipað stjórnvald, Alþingi, löggjafarvaldið fjölskipað stjórnvald, dómsvaldið fjölskipað stjórnvald, framkvæmdavaldið íslenska það ekki. Ríkisstjórnin bara samráðsvettvangur. Hún samráðsvettvangur. Hún eðli sinni bara fundur. Valdið, framkvæmdavaldið, skipta ráðherrarnir á milli sín. Og þeir fá það í sínar hendur með undirskrift forsetans og þeirra eigin á fundinum á bestum. Og það hvílir auðvitað mikil ábyrgð á þeim sem á þeirri stundu fara með framkvæmdavald íslenska lýðveldisins. Og það mér mikið alvörumál vegna þess að ég mikill formalisti í stjórnskipun lýðveldisins. Ég var oft gagnrýndur fyrir það að ég var að gera alls konar hluti sem forsetinn ætti ekki að gera. Ég gerði aldrei neitt sem forsetinn gat ekki gert samkvæmt íslenski stjórnskipun. Það voru engin maður geta nefnt eitt einasta dæmi það að ég hafi gengið yfir einhver mörk íslenskra stjórnskipunar í minni forsetíð, þvert á móti. En sama gildir auðvitað ráðherrana og í talningum þingmenn og aðra. Menn verða að taka af alvöru það vald lýðveldisins sem þeir fá í sínar hendur. Það ekki bara einhver Instagram-leikur eða einhver PR-mál eða einhver orðaleikur. Það þess vegna eins og ég sagði við ykkur á að mér ekki saman lýðveldið. Vegna þess að lýðveldið sá formlegi rammi sem gefur Íslendingum kleift að taka sjálfstæðar ákvarðanir í samskiptum við önnur ríki og í okkar veruleika hér heima. Og það tók okkur langan tíma að fá þetta vald í eigin hendur. Ég skrifaði mína doktorsritgerð sjálfstæðisbaráttu Íslendinga frá 1845 til 1918. Ég þekki þetta tímabil mjög vel. Ég veit líka hve erfitt þetta var og hve háar girðingar voru þeirri vekkferð sett af danska konungsvaldinu á þeim tíma og líka henni veiku stöðu Íslands sem taldi ekki nema kannski 50, 60, 70.000 íbúa á nokkra innviða í þessu stóra landi. Og þess vegna það mér mikið alvörumál að þeir sem hefur falið að fara með framkvæmdavaldið fyrir hönd lýðveldisins og hafa óskoraðan rétt á sínum málasviði geri það fullri ábyrgð og fullur raunsæi og gefi sér tíma til að vanda til verka en fara ekki að falla fyrir einhverjum hraðaupplaupum í meðferð þess valds. Mjög gott. Kannski eitt í framhjálpi sem okkur langar að taka bara örstutt. Þú sendir inn 2 umsagnir stjórnarfrumvarp ríkisstjórnarinnar varðandi sjálfstæði forsetaembættisins og það nú líklega engin betri gestur til að svara fyrir það heldur en Ólafur Ragnar. Gætirðu útskýrt kannski bara í grófum dráttum fyrir áheyrendum hvað Kristrúnar leggja til og hvað þú ert ósammála? Já, það nú þannig að Alþingi búið að afgreiða þetta alveg nákvæmlega eins og ég taldi mikilvægt að afgreiða. Já. Þannig að afgreiðsla Alþingis var bara 100% á þann veg sem ég lagði til í mínum athugasemdum. Já. Þannig að það kannski hefur ekkert mikið upp á sig að fara að ræða þetta á þeim grunni hvað lagði forsætisráðherra til og hvað var ég að leggja til. En það var hlusta á þínar ábendingar? Já, það var reyndar ekki bara frá mér, það var líka frá ýmsum sem starfað fyrir forsetaembættið. Það dálítið tilhneiging í ráðuneytum. Það ekki bara íslenskt fyrirbæri, því að ég nú svona gammal prófessor í stjórnmálafræði. Það líka náttúrulega svona eðlislegt fyrirbæri svona regluverk stofnana eins og ráðuneyti bæði ráðuneyti á Íslandi og ráðuneyti annars staðar. Og reyna að sölsa undir sig alls konar vald og reyna að túlka málin alltaf út frá sjónarmiðum ráðuneytisins.
Og annars vegar eru við með svo akademiskar hefðir í íslenskri lögfræði sem eru þannig að sko laga heimspeki og svona struktúral analýsa á ríkisvaldinu hefur aldrei verið ríkur þáttur í íslenskri lögfræði. Íslensk lögfræði hefur líka innan háskólans og í talningum í praxis meira verið svona teknísk útfærsla á túlkun og laga hvort sem menn voru sýslumenn eða dómarar eða lögmenn og svona. Þannig að það er ekki mikil hefð fyrir því á Íslandi, ólíkt til dæmis Bandaríkjunum, að átta sig á því að grunnur lýðræðisins er hið gagnkvæma aðhald ólíkra valdaþátta. Það sem á ensku og í bandarísku stjórnkerfi kalla checks and balances. Hvernig höfundar bandarísku stjórnarskrárinnar bæði Madison og Hamilton og Jefferson skrifuðu síðan lærðar ritgerðir sem voru gefnar út í The Federal Papers þar sem að þeir útskýrðu að þetta gagnkvæma vogarafls aðhald ólíkra valdaþátta, þingsins, dómstólana, forstans og framvegis tryggði lýðræðið. Og síðan er það líka þannig að sko, þegar Íslandingar frá heimastjórn 1904 þá þjóðhöfðingjavaldið ennþá í Danmörku. Þannig að forsætisráðherrann þurfti alltaf að fara með skipi til Kaupmannahafnar til að leggja frumvarpið fyrir kónginn. Það var þannig. Þannig að þau öðluðust ekki gildi nema kóngurinn í Kaupmannahafn undir þetta. Svo að íslenski ráðherrar frá heimastjórn og til 1944 venjast því að þeir eru æðstu valdhafarnir innanlands, forsætisráðherrann og aðrir ráðherrar. Og þegar Sveinn Björnsson verður forseti 1944 að þá verður alveg augljóst að helstu forystumenn á Alþingi og í ríkisstjórnum þá voru forystusveitir Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins og því að þeir voru bara með 2/3 alls fylgis í landinu og ýmist stjórnuðu einu landinu eða höfðu einhvern smáflokk svona með sér. Að þeir voru ekkert endilega sáttir við það að allt í einu væri komin forsetinn inn á þetta svið. Þannig að það verða alls konar átök milli Sveins Björnssonar og hinnar pólitísku forystu, átök milli Ásgeirs Ásgeirssonar, annars forsetans og hinnar pólitísku forystu. Þannig að þessi sýn sem menn hafa stundum haft að þetta var alltaf verið bara elsku mamma, milli forsetans og ríkisstjórnar algjörlega röng sýn á söguna. Og í þessu samhengi skiptir auðvitað miklu máli að forsetinn hafi sko sjálfstætt embættisliði kringum sig en sé ekki háður forsætisráðherrann því að forsætisráðherrann er bara pólitískur flokksforingi. Sko, það er fínt titill forsætisráðherra en allir forsætisráðherrar er bara pólitískir flokksforingjar eins og við sjáum núna þessar dagana þess að núverandi forsætisráðherra er bara að hlaupa út allt land í sveitarstjórnarkosningabaráttu og allt í góðu lagi með það. En þess vegna er þetta líkil atrið að forsetinn geti átt sína trúnaðumenn á sinni skrifstu og ég get nefnt í minn stæmi úr minni forsetatíð þar sem það var líkil atriði. En frumvarpið eins og hann var lagt fyrir að hálfu forsætisráðherrans af hvaða ástæðan sem það var og ég hef aldrei fengið neina skýringar á því af hverju það var gert. Því ég reyndi að hafa samband við forsætisráðherrans áður en hann var mælt fyrir frumvarpinu og bendiði á þetta. Fól það í sér að það var forsætisráðherrann sem átti að ákveða hver væri forsetaritari, ekki forsetinn. Og það sem meira var að þessi maður sem forsætisráðherrann átti að velja, hann átti að velja aðra starfsmenn. Og ég gæti nefnt ykkur nokkra forsætisráðherra, ég ætla ekki að nefna þá, sem hefðu praktíserað þetta þannig að þeir hefðu þetta valið sína trúnaðamenn og sagti þá, nú ætla ég að gera þegar fórstuð þetta og þitt megin hlutverk sko er bara að láta mig vita allt sem fórstuðin ætlar að gera og passa upp og hann fari ekki að sletta sér hérna upp á ákveðu mál
og svo ræður þú bara fórstaskrifstofuna fólk sem á sömu línu við. Já. Menn þekki allir átakatímabilið milli mín og Davíðs Oddssonar, þó að það hefði oft verið mjög góð samvinna milli mín og Davíðs líka, menn horfa aðlega á átakatímana, en það voru líka góði tímar sem við unnum mjög náið saman og blessu sér minning hans. En það þarf nú ekki mikið hugmyndaflug til að átta sig á því hvernig Davíð myndi hafa praktiserað svona laga ákvæði. En það var það þannig í fjölmiðlafrumvarpinu til dæmis að þáverandi forsetaritari fékk heimsókn frá fulltrúa þáverandi forsetaráðherra sem bauð honum gull og græna skóga ef hann myndi ganga gegn forsetaranum og segja af sér út af þessari ákvörðun. Þannig eins og ég sagði í þessari álitsgerð að með þessari lagagrein sem var lögð til í frumvarpi forsetaráðherra var verið að afnema sjálfstæði forsetaembættisins í öllum praxís. Og það er engin vilji þjóðarinnar fyrir því að Bessastaðir séu bara útibú frá forsetaráðherra. menn vilja hafa sjálfstæðan forseta og það eru dæmin sanna það. Og sem betur fer, sko, var þingnefndin sem fékk þetta til umfjöldunar einhuga, stjórn og stjórnarandstaða, algjörlega einhuga að breyta frumvarpinu á þannig veg sem það var svo núna, nú er þetta orðið lög sem ákveða forsetinn ákveður sjálfur forsetaritara. Eðlilega. Aðeins áfram í forsetaembættinu, þú ert búin að horfa á, ég ætla nú eiginlega bara að segja 2 kosningabaróttur forsetaembættið síðan að þú hvarst á störfum 2016, það er þá kosningarna 2016 og svo þetta 24, Guðni heila sjálfkjörnina 2020. Sko við tókum nú þátt í að fjalla kosningarnar 2024 og þar vorum við ástæðan fyrir að spyrja því að það er enginn sem þekkir þetta embætti betur en þú og þar vorum við meira að spyrja og fleiri fjölmiðlar bara á að leggja forsetaembætti niður. Er þetta bara skraut embætti? Verkin sína og það að sanna að það er nauðsynlegt í íslensku stjórnkerfi að vera með forsetaembætti? Sko, við byrjuðum nú þessa löngu samræðu hérna í þessum þætti með því að ég vakti athygli ykkar á því að sko tungumálið gæti flækst aldrei fyrir til að skilja norðurslóðir. Og jafnvel þetta orð, sko norðurslóðir gæfi frekar til kynna einhvað landsvæði eins og Lappland og einhvað heldur en svona hálfa heimsálfu. Og þó að íslenskan sé fallegt tungumál og hafi marga góða kosti, þá er íslenskan mjög vanþróuð sem tungumál á sviði stjórnskipuna. Við ólíkt frönsku og ensku og svo framvegis, að þá er íslenskan ekki eins þróuð og það helgast af því að það hefur aldrei verið, sko við vorum í umræðum sjálfstæðisbaráttuna, en við vorum ekki mikilvæg svona umræðu stjórnskipunna. Og til að skýra hvað ég á við, þá er þetta fallega íslenska orð forsetan þjóðhöfðingi. Þjóðhöfðingi, og við notum það bara eins og það sé sjálfsagt og eðlilegt. Þjóðhöfðingi, forsetinni þjóðhöfðingi. Það er ekki til sem lýsinga á forseta í neinu öðru tungumáli. Þess að íslenskan segir að forsetinn sé höfuð þjóðarinnar. Í öllum öðrum tungumálum er hann höfuð ríkisins, head of state, statsoverhöfuð. Vegna þess að stjórnskipunin er þannig að forsetinn er höfuð ríkisins. Það getur enginn farið með framkvæmdavaldið á Íslandi nema forsetinn skrifi upp á það. Og það getur enginn löggjöf tekið varanlegt gildi á Íslandi nema forsetinn sé búin að skrifa undir það. Forsetinn er höfuð ríkisins. Og þegar forsetinn fer í heimsókn til annarra ríkja, þá heitir þá erlendum málum state visit. Það er ríkisheimsókn. Nú er farið að nota þann sem betur fyrir að hálfu forsetarskrifstofuna að hugtaki ríkisheimsókn. Ég hafði nú ekki hugmyndaflug til að búa það orð til þegar ég var forseti, en það er það sem gerist. Það er ekki Vigdís að fara í prívat heimsókn til Margrétar Danadrottningar. Það var ekki ég að fara í prívat heimsókn til Haraldar Noregskonungs. Það er ekki Hall að fara í prívat heimsókn til Karls Gústafs. Þetta eru ríkin að skiptast á heimsóknum. Og það sem að hefur kannski skort sko, í þessari umræðum forsetaembætti líka í þessum forsetakosningum er að
tungumálið hefur ekki auðvelda mönnum að hafa réttan skilning á því hvers konar embætti þetta og stundum fer umræðan kannski út af það vall að þetta sé eins konar svona uppeldisráðgjafi þjóðarinnar eða menningarfyrirbæri eða eitthvað slíkt og eigi láta gott af sér leiða og svo framvegis. Það ekki samkvæmt stjórnskipuninni. Samkvæmt stjórnskipuninni forsetinn öryggisventil gagnvart íslensku lýðræði eins og dæmin sanna. Og þá ekki bara gagnvart því að vísa málum í þjóðargreiðslu heldur varðandi myndun ríkisstjórnar. Og ef við skoðum fyrstu áratugi lýðveldisins, þá voru iðulega stjórnarkreppur og stjórnskipunin þannig að ef að flokkunum á Alþingi mistekst að mynda ríkisstjórn, þá það forsetinn sem hefur þá skyld að mynda ríkisstjórn. Forsetinn síðasta stopp til að tryggja það að lýðveldið hafi ríkisstjórn. Það ekki Alþingi sem gerir það, samkvæmt stjórnskipunni, þó að menn séu fættir að hugsa þannig af því að sem betur fyrir á síðustu áratugum hefur þetta gengið til vel hjá flokkunum. En það hefur ekki alltaf gert það. Gunnar Thoroddsen varð forsætisráðherra tíma vegna þess að flokkarnir voru eiginlega að gefast upp við að mynda ríkisstjórn. Svo að forsetinn sem sagt loka tryggingi fyrir því að það sé ríkisstjórn í landinu. Og ég stóð frammi fyrir því nokkrum sinnum á mínum forstaferli að það blasti við að það gæti verið að þingi gæfist upp við að hafa ríkisstjórn úr sínum röðum eða þá að það mjög erfitt fyrir flokkana að mynda ríkisstjórn. Þannig að ég var nokkrum sinnum orðin tilbúin með lista af væntanlegum ráðherrum ef að ég lenti í því að þurfa að mynda utanþingsstjórn. Kristján Eldjárn var líka í svipari stöðu. Hann var tvisvar orðin tilbúin með lista yfir væntanlega ráðherra og hann var búin að ákveða og ræða við Jóhannes Nordal að hann yrði forsætisráðherra og það var búið að ákveða ýmsa aðra sem að yrðu í þeirri ríkisstjórn. Þannig ég ekki eini forsetinn sem hefur þurft að vera í þeirri stöðu. Nú Ásgeir Ásgeirsson, þegar vinstristjórn Hermanns Jónassonar fór frá, að þá var það Ásgeir Ásgeirsson sem að lagði grundvöllina því að minnihlutastjórn Alþýðuflokksins var mynduð með stuðningi Sjálfstæðisflokksins og efnað til þingkosninga og þegar Hermann Jónasson vildi fá umboðið á nýjan leik til að endurvekja stjórn sína, þá sagði Ásgeir bara nei. Af því að hann taldi það betri vekkferð fyrir lýðveldið að skipa minnihlutastjórn Alþýðuflokksins með stuðningi Sjálfstæðisflokksins. Svo að forsetinn hefur ekki bara það hlutverk að staðfesta lög, hann líka loka tryggingi fyrir því að það sé stjórn í lýðveldinu og svo má náttúrulega ekki gleyma því sem mjög mikilvægt að hið alþjóðlega reglukerfi eða prótókollin í samskiptum ríkja þannig að forsetinn aðal fulltrúi Íslands gagnvart öðrum ríkjum. Eins og regluverkið setur dæminu upp. Hann sem sagt, svo ég noti aftur, heitið head of state, hann höfuð ríkisins. En það orð ekki til í íslensku máli. Ef að ég segði forsetinn höfuð ríkisins, þá myndi man bara hrista hausinn og skríti heiti og segja, nei, hann er þjóðhöfðingi. Það miklu óljósara hugtak. Og ég saknaði þess dálítið, í umræðunum í forsetakosningunum, eftir ég hætti, og kannski einhver leyti með að ég var sjálfur í framboði, að menn væru klárir með þetta, og þó að maður kannski ekki að veitna svona í engasamtöl, en þegar ég mætti þarna í sjónvarpssal eftir síðustu forsetakosningar og frambjóðandi voru að bíða eftir að úrslitin fyrstu tölurnar kæmu og þau sátu þarna fram í biðherbygginu allir frambjóðandi, þá vék ég mér að Jón Gnarr og hældi honum fyrir það að hann hefði nú verið manna frambjóðast klárastur á því hvernig stjórnskipunin væri. Já, það? Já. Ég hef nú svona með allir virðingu fyrir Jóni Gnarr og kannski fyrirfram ekki haldið það að gegnum alla kosningabaráttuna var hann alveg konsekvent í því að skilja stjórnskipunina rétt. Já, vel gert Jón Gnarr. Já, þetta skemmtilegt. Já.
Herri, við erum bara með nokkrar stuttar hérna í blálókin. Já, þetta búið að vera frábært. Virkilega skemmtilegt. Sko, getur þú rifjað upp þegar þú neitaði beiðni Sigmundar Davíðs þingrof? Þetta náttúrulega orðin sagfræði, sko. En, sko, þingrof náttúrulega mjög alvarlegu gerningur, sko. Ég meina, þá bara þingi rofið og eftir nýra kosninga. Á ekki að eiga sér stað nema, sko, það mál sjálf komin í þrótt, sko, eina lausnin sé að efna til nýra kosninga. Og það þarf auðvitað eðlislega kannski að vera ríkur vilji fyrir því að það sé gert. Og þó að sumir svona lagaspekingar hafi dregið í ef að forsetinn hefði aðkomu á þingrofsvaldinu af því að Davíð Oddsson hafði vissa tilningu til að segja opinberlega að fara í forsætisráðherra sem yfir þingklófan og svona liður hans hálfu til þess að reyna að túlka stjórnskipun af forsætisráðherranum í hag. Að þá það auðvitað þannig að það þarf undirritun forstans til þess að það verði og það til að koma í veg fyrir að, svo ég segi það aftur að forsætisráðherran er líka flokksfóringi. Hann eða hún hugsa líka hagsmuni síns flokks og stundum bara sína eigin persónulegu hagsmuni. Og þegar forsætisráðherra gengur á fund forseta til þess að biðja þingrof, þá þetta bara hann að biðja þingrof, punktur. En Sigmundur Davíð gerði það ekki. Hann var með fram í eldhúsi í skjalatösku nokkrar útgáfur af þingrofsbréfum og var fyrst og fremst að kanna hvað ég myndi gera. Eða með öðrum orðum, hann ætlaði að fá vilyrði fyrir því að forseti myndi skrifa undir þingrof til þess að geta nota það sem hótun í samskipti sínu við Sjálfstæðisflokkinn og jafnvel innan þingflokks Framsóknarflokksins. Ég gerði mig grein fyrir því. Og forsetaembættið ekki notað sko, sem hótun í innanflokks átökum eða glímu við samstarfsflokka. Þannig að ég sagði við hann, ég ekki tilbúin að gefa neina yfirlýsing og það fyrir en að ég hef rætt við formann Sjálfstæðisflokksins og forseta Alþingis. En áður en að koma því þá var þingflokkur Framsóknarflokksins búin að setja Sigmund Davíð af. Þannig að mat mitt reyndist alveg rétt. Já, þetta var rosalega atburður. Reyndist alveg rétt. Að hann hafði ekki einu sinni sinn eigin þingflokk á baku sig. Þetta var auðvitað ekki öfundsverð staða sem hann var í. Nei. Og þetta var ekki létt verk að minna álfu vegna þess að ég hafði mikið álit á Sigmundi Davíð. Og reyndar hef enn. Og má ekki gleyma því að sumir gagnrýndu mig á sínum tíma fyrir að hafa veitt honum umboði til að mynda ríkisstjórnina frekar en Bjarna Benediktssyni. Ég gerði það vegna þess að ég taldi að Sigmundur Davíð hefði meiri möguleika á að mynda ríkisstjórn heldur en Bjarna Benediktsson. Og það mati reyndist rétt. Vegna þess að markmið forsetans í þessari stöðu má aldrei vera það að þjóna einhverjum flokkslegum hagsmunum heldur fyrst og fremst að þjóna hagsmunum lýðveldisins og skapa stöðuleika í stjórnkerfinu. En mér langar bara að spyrja þegar ég hef mikið áhuga á, sko, stjórnarmyndur umboði, ég hef eitthvað alltaf túlkað þetta samt sem bara einhvers konar skraut og það sé baktjaldamakk. Nei, sko, í sjálfu sér þarf ekki aðkomu forsetans. Sko, í sjálfu sér gætu flokkar bara og forystusveitir þeirra komið sér saman það niður í bæ að það ætla að mynda ríkisstjórn. Eins og reyndar sko Halldór Ásgrímsson og Davíð Oddsson gerðu 1991. Nei, 1995. Þannig að þeir bara hittust í sumarbústað á sama tíma og Sjálfstæðisflokkurinn var í stjórnarmynduna við Alþýðuflokkinn. Já. Og Jón Baldvin hélt hann væri í stjórnarmynduna við Davíð Oddsson og þá fór Davíð og hitti Halldór í sumarbústað og þeir handsöluðu það bara að þeir ætlaðu að mynda ríkisstjórn. Þeir voru ekki með neitt málefnasamning eða neitt. Nei. Og gáttu þess vegna farið til forsetans og sagt sko við ætlum bara að mynda ríkisstjórn og ég bara mansatt sig ekki hvort að Vigdís nokkuð tímann veitti
Davíð eitthvað umboð til að mynda ríkisstjórn með Framsóknarflokknum, hann fékk bara umboð til að mynda ríkisstjórn og áfram og þannig að formlega sko gætu alveg flokksforingjar mætt á Bessastöðum og sagt sko við erum hér með meirihluta Alþingis og bak við okkur og við ætlum að mynda ríkisstjórn, þannig að það þarf ekkert að veita neinum umboði. En þeir munu hins vegar ekki geta myndað þá ríkisstjórn nema forsetinn skrifi upp á þá pappíra á ríkisstjórnsfundi. En ég held eins vegar ástæðan fyrir því að þetta kerfi með umboðið og það allt saman hefur þróast að ólíkt ýmsum öðrum löndum að þá hefur Ísland alltaf verið margflokkakerfi og það hefur aldrei neitt flokkur verið með hreinan meirihluta á Alþingi. Þannig að það þarf alltaf samkomulag flokka, 2, 3, fleiri til þess að mynda ríkisstjórn. Og það getur einst flókið. Og það þess vegna skynsamlega aðferðafræði að það sé einhver annar aðili sem veitir þetta umboð og af því að forsetinn eins og ég hef sagt áður höfuð ríkisins, þá það eðlilegt að hann veiti umboðið vegna þess að þegar ríkisstjórnin svo munstur og þá hann að afhenda þeim framkvæmdarvaldið í sínar hendur. En það getur hins vegar alveg komið upp svo staða að pólitískur vilji á Alþingi sé að þannig að það liggi bara augljóslega fyrir strax á kosninganóttina hvaða flokkar geta og ætla að mynda ríkisstjórn og þá það bara tilkynnt til forstans. Já, við erum aðeins tala samspil forsætisráðherra og forseta. Sko, fannst þið snúið að starfa með Jóhanni og Steingrími eftir að hafna þér Icesave-samning? Já, sko, en bæði var ég nú eldri en tvævetur og þau voru líka eldri en tvævetur og má ekki gleyma því að við Jóhanna kom bæði inn á Alþingi 1978. Já. Þannig að við vorum nú búin að vinna saman eða vera samtímis á vettvangi stjórnmálanna í meira en 2 áratíð þegar að þessu kom. Steingrímur hafði nú verið varaformar í flokknum sem ég var formaður í. Þannig að þetta var kannski svona dálítið eins og pólitískt ættarmót sem var stungið í loftu. Og ég þurfti að beita svona ákveðni lægni til þess að laga þau mál. Hins vegar eins og kemur nú fram í Þjóðin og valdi í þessum dagbókarfærslum, þá slitnaði nú aldrei þráðurinn milli okkur Össura, sko. Við gátum alltaf að tala saman og getum enn. En það hafði þetta, það afleiðingar að því ég fór í opera heimsókn til Indlands þarna rétt á eftir, 2010, að það fór engin ráðherra með mér vegna þess að þau voru það brjáluð þarna í nokkra vikur að það var eiginlega engu tauti við það komandi. Þannig að lausn mín á þessum vanda, svo ég komi nú í það sem við rættum fyrir, var bara að bíða. Já. Var bara að bíða. Sá kann allt. Og svo lagaðist þetta bara. Já. Síðan stytti ég Steingrim bara fyrir nokkrum vikum síðan þar sem hann var að kaupa kartöflur hérna í kaffi. Já, ok. Já, allt í góðu lagi með það. Já, góður að þórið það. Fjölmiðlalögin 2000. En hérna, sko, þetta þetta stundum dálítið skrítið. Já. Össur sem hefur nú svona dálítið svona leikrænt auga fyrir skringilegum situasjónum. Sko, hann hefur stundum lýst því að sko, þegar Jóhannestjórnin var mynduð þá var Sjálfstæðisflokkur náttúrulega að fara úr ríkisstjórn eftir að hafa verið mjög lengi í ríkisstjórn, nánast alveg frá 1991 og það var náttúrulega spenna í andrúmsloftinu. Vigdís hafði búið til þann sið sem var ágætur, sko. Og ég fylgdi honum nú lengi vel líka að þegar að voru svona stjórnarskipti þá bauð hún alltaf til hádegisverðar fyrir fráfarandi ríkisstjórn. Það að segja þó að sumir ráðherrarnir ættu að vera áfram ráðherrar því að þeir voru búin að munsta sig inn í nýja ríkisstjórn
og þá voru sömu aðrir ráðherrarnir sem voru að hætta. Og það var kannski ekki endilega sko allir með gleði svip í því. En Vigdís bara nokkuð sniðugt hjá henni sko, píndi þá alla til að mæta í borðstofum bestum og snæða máltíð sko. Þetta var hins vegar sko þannig írafár þarna í janúar 2009. Hrunið var bara í fullum gangi. Að þó að ég hafi fyllt þessum sið áður, þá gerði ég mig grein fyrir því að það var kannski ekki mikil stemning fyrir því að fara efna til hátíðisins. Ég var hins vegar harður á því að það er eitthvað að gera. Já. Svo ég lét baka pönnukökur á bestu og ákveða að það eru bara rjómapönnukökur með rabarbarsöldu. Þannig að þegar ríkisráðsfundurum var búinn, sá fyrri, sko, það sem að ríkisráðs Sjálfstæðisflokksins var munstruð af, þá bauð ég mönnum upp á pönnukökur í borðstofunni og þvingaði alla til að fylgja mér í borðstofunni og byrja að borða rjómapönnukökur með rabarbarsöldu. En það hefði þetta mátt skera andrúmsloftið, sko, með hníf. Og Össur hefur oft lýst því að til þess að svona létta einhvað andrúmsloftið, þá fór ég að segja sögur af því hvernig menn höfðu búið til rabarbarasölt og þingri þegar ég var strák. og samkvæmt frásögn Össurar við þessi óborgarlega sena þegar forsetinn hélt fyrirlestur mismundi tegundur að rabarbarasöldu. Það verið vinsælt. Lengjan, settu spenni í leikinn og tippa á lengjunni. Maður auðvitað mikill lengjumæður og gott að geta stutt við Íslands íþróttalíf þegar maður er ekki að heyra eitthvað í sín eigin vasa. Einmitt, eins og þeir sem gerðu sem að voru að setja á einví aldarinnar, þeir sem voru að styðja Íslands íþróttalíf. Heldur betur, það voru nú ekki margir sem hefur trúa á leifsarunum þar. Ný. En lengjan, hún þakkaði kærlega fyrir sig. David Jones, Mango Ginger Lime Twist. Þú ert hrifin af því? Mjög hrifin af því og strákurum er líka. Já, ertu að hleypa honum í þetta svolítið? Já, ég er ennþá í því að koma reglulega samstarfsfélögum óvart með, kem þá með lakkristölur oft, þær vekja svona mesta lukku en svo er í stundum að mixa eins í þeim kemur eldgamla hnettuölnar, það eru líka góðar sko. Já, það er helviti góðar. Og svo er maður með í náttboruna en það vekur alltaf miklu lukku á vinnustæðanum að mæta með David Jones ef að þið viljið gera damun. Já, slá í gegn. Og gleðja fólki í kringum ykkur. Frumherji með starfsemi alland og þjónusta viðskipta sína í 30, þetta eru 30 starfstöðvar, allt í allt. Þeir eru ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Norðurlandi eru þeir á Húsavík, Akureyri, Siglufirði, Sauðárkróki, Blöð og Kró. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Næsta spurning, fjölmiðlalögin 2004 og ICEF 2010, hvor ákvörðunin var erfiðari? Ég hef nú aldrei sko vegið það í raun og veru. Nei. Þannig að ég hef kannski ekki hugsað mikið það. Sko erfiðleikandi voru öðru vísi. Sko í fjölmiðlalögunum hafði þetta náttúrulega aldrei gerst. Og Davíð hafði skrifað grein í Morgunblaðið sem ég held eina greinin sem Davíð skrifaði í Morgunblaðið fyrir utan áramótagreinar og minningagreinar alla sína löngu tíð sem forsætisráðherra. Þar sem að hann hafði hampað mjög skringilegri lögfræðilegri ritgerð eftir Þór Vilhjálmsson að forsetinn hefði ekki þetta vald nema ráðherra skrifaði með áritaði niðurstöðum sem var mjög sérkennilegu skilningur og alls ekki viðurkenndur af öðrum. Þannig að ég átti alveg eins von á því að hann myndi bara hafa þetta engu. Já. En sem betur fer þá var Halldór Ásgrímsson ekki tilbúin til þess. Þannig að leið og ég hafði tilkynnt þessu ákvörðun þá hélt hann fund með ráðherrum Framsóknarflokksins og einhverjum þingmannum og kom svo út og tilkynnti strax að Framsóknarflokkurinn myndi virða þessa ákvörðun. Og þar með hafði Davíð ekki meiri hluta til þess að hafa hana að engu. Þannig að það má segja að varðandi fjölmiðlafrumvarpið var óvissan inn á við algjör. Og var algjör. Þegar kom að ICEF, þá var það hins vegar þannig að þeir sem mynduðu ríkisstjórnina, Samfylkingin og Vinstri-græna,
höfðu verið áköfustu stuðningsmenn valdsforsendans til þess að beita 27. greinni í fjölmiðlamálum. Þannig að það hefði verið nánast útilokað fyrir þessa flokka sem þá mynduðu ríkisstjórnina að fara svo allt inn að segja Bíturólfur, Þorsteinn hefur ekki þetta vald. Þannig að óvissan inn á við var nánast engin. En óvissan út á við var hins vegar afgerandi. Sama ber allar yfirlýsingar það að ég væri að dæma Ísland til eilífðar útlegðar og fjármálamörkuðu heimsins. Við erum Kúba norðursins og ég veit ekki hvað og hvað. En það var það þannig eftir þessa ákvörðun að það var mjög lítið vörn og málflutninga hálfu ráðherrana í alþjóðlegum miðlum. Þannig að þó að það hafi ekki verið ætlun mín og ekki hlutverk forsetans að fara út á völl alþjóðlega miðla, CNN, BBC, Sky, Stórblaða og annað, Bloomberg, Reuters og svo framvegis, jafnvel Fox, og fara að verja Ísland og verja þessa ákvörðun, þá var það enga síður hlutverk mitt gagnvart þessari alþjóðlegu umræðu. Vegna þess að þá þurfti ég fyrst og fremst að verja ákvörðuna gagnvart alþjóðasamfélaginu. En í fjölmiðlamáli þurfti ég fyrst og fremst að verja hana inn á við. Þannig að fjölmiðlamáli var meira svona innanríkismál Íslendinga, en sem betur fer vannst það mál vegna þess að það upphaflega frumvarp sem lagt var fyrir ríkisstjórnina var eins og Sigurður Reyndal, prófessor, sagði þegar hann var beðinn álit á þeim frumvarpsdrögum. Strákar mínir, þeir eru komin handan við fransku stjórnarbyltinguna. Það er að segja áður en almenn mannréttindi og málfrelsi og prentfrelsi var löglegt í Evrópu. En í Icesave-málinu var þetta sá möguleiki að umheimurinn myndi algjörlega hafna ákvörðun minni og setja Ísland ævarandi í skammakrók. En einhvern veginn tókst mér meðal annars vegna þessa málflutnings, en líka vegna þess að menn út í heimi bara gerðu sína eigin analýsu. Það er til dæmis merkilegt að Financial Times og Wall Street Journal, sem eru höfuðblöð Vesturlanda í efnahagsmálum, af dagblöð, Financial Times og Wall Street Journal eru það. Þau voru alltaf með Íslendingum. Já. Og það var ekki vegna þess að ég hefði sagt það bara ritstjórnin framkvæmdi sína eigin analýsu og komst bara þeirri niðurstöðu Bretar og Hollendingar höfðu bara rangt fyrir sér. Og í þessari umræðum Evrópusambandi, þá finnst mér nú það allavega einnar messu virði að fara aðeins yfir það aftur. Hvernig stóð á því að Evrópusambandið ákvað að skipa sér í flokk með Bretum og Hollendingum gegn okkur, og þegar málið fór fyrir EFTA-dómstólinn, þá tók Evrópusambandið það upp hjá sjálfum sér, það var engin nauðsyn efnislega, þeir tóku það upp hjá sjálfum sér að vilja vera málsaðili gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólum. Og ég hef stundum sagt við svona lið út í Brussel, hvernig stendur á því að þið hafið ekki haldið einn einasta fund eftir að EFTA-dómstólinn skilaði sinni niðurstöðu til að analýsera af hverju höfðu þið svona rangt fyrir ykkur. Og fyrir okkur er þetta stærsta málið sem við höfum átt í samskiptum við Evrópusambandið, að þeir ákváðu að skipa sér Breta og Hollendinga megin í þeirri erfiðustu milliríkjadeilu sem Ísland hefur háð fyrir utan landhelgisstríðin á lýðveldistímanum. Og ég tel að það sé nú einna messu virði í allir þessari umræðu að fara aðeins yfir það af hverju. Og er það kannski svona klúbbur sem að við teljum að sé varaleg trygging fyrir því að muni alltaf standa með okkar hagsmunum. Við höfum þessa prófum. Við höfum líka hvernig þið komum fram gagnvart Grikkjum. Og þetta er nú ekki svo langt síðan einu. Voru það pólitísk mistök hjá Alþýðubandalaginu að leggja svona hart gegn EES sem leiddi til viðeyjar stjórnarinnar? Jón Baldvin er nú skemmtilegur. Og hann er mikill sögumaður. Og hann hefur lagt alltaf upp úr því þetta farin ár að búa til þessa sögurskoðun. Að hann hafi eiginlega neyðst til þess að gera Davíð Oddsson að forsætisráðherra. Af því að við höfum verið svo dalmondukallari þarna í Alþýðubandalaginu.
ég og Svavar og Steingrímur og Hjörleifur alveg sérstaklega. Sko, þá lætur hann það nú aldrei koma fram, sem söguleg staðreind, að löngu fyrir þingkosningarnar voru byrjaðar viðræður milli forystu Sjálfstæðisflokksins meðan Þorsteinn Pálsson var formaður flokksins, héldu svo áfram eftir að Davíð var kosinn, til að undirbúa viðreisnarstjórn nýja milli Alþýðuflokksins og Sjálfstæðisflokksins vegna þess að Alþýðuflokksmennirnir trúðu því aldrei að vinstristjórnin myndi halda meirihluta sín, kom þeim algjörlega í opna skjöldu og menn eins og Styrmi Gunnarsson ritstjóri Morgunblaðsins voru náttúrulega önnum kapnir bak við tjöldin að koma þess á, en það var hann náttúrulega nánast í pólitíski bandamaður Jóns Baldvins fyrir utan þá sem voru í Alþýðuflokknum. Þannig að það alveg rétt hjá Jóni Baldvin að hann þarf dálítið að leggjast í leiðangra til að réttlæta það af hverju hann gerði Davíð Oddsson að forsætisráðherra. Það engi maður á Íslandssögunni sem ber eins mikla ábyrgð á því eins og Jón Baldvin. Og það ósköp eðlilegt að honum líði illa í ellinni þannig upp í Mosfellsbænum hinum megin við Varmána sem því ég býr nú öðrum megin og hann býr hinum megin að hann beri þá sögulegu byrði að hafa gert Davíð Oddsson að forsætisráðherra og hann vakni svona upp við þá martröðu við og þurfa að skrifa grein á miðlana til þess að réttlæta það og koma þeir í sök á mig og Svavar og Hjörleif og Steingrímur. En bara aðdragandi var annar og það var nánast búið að ganga frá því fyrir kosningar að þessi stjórninni mynduð vegna þess að það trúði því enginn að vinstristjórnin myndi halda meirihluta. Nei. Við trúðum því nú eiginlega ekki heldur sko. Og það aldrei gerst í sögunni að vinstristjórn héldi meirihluta í kosningum. Já, ok. Já. Ríkisstjórn Steingríms sem við vorum, ég var fyrsta vinstristjórnin og sem hélt meirihluta í kosningum. Já. Og síðan var það sko annað mál sem allir eru búin að gleyma og reyndar Jón Baldvin líka og það var álverið á Keilisnesi. Þið eru svo ungir strákar mín að þið vitið ekkert álverið á Keilisnesi. Nei, ég verður við ekki að það. Og ég efast að þið vitið hvar Keilisnes Nei, ég ætlaði að segja bara ekki heldur. Þannig að sjá þið. Sko, þetta var bara aðalmálið. Þarna á síðustu misserum þessara ríkisstjórnar. Og þá var Jón Sigurðsson, iðnaðarráðherra Alþýðuflokksins og helsti lagsbróðir Jóns Baldvins, iðnaðarráðherra, og var önnum kafinu við að semja við bandarískt álfélag það að reisa álver á Keilisnesi sem rétt hjá Keflavík og Njarðvík. Og hann var svo ákafur í þessu að hann var búinn að knýja það fram að ríkið keypti land þarna í kringum þetta allt saman. Og vildi svo að við færum að verja gríðarlegum fjármunum í virkjanir til þess að undirbúa orku og Alþýðuflokkurinn háði sína kosningabaráttu 1991 miklu meira á Keilisnesi og álveri á Keilisnesi heldur en nokkurn tímann EES-samningnum. Og reyndar var það þannig að Jón Baldvin og þeir í forystu Alþýðuflokksins þarna í þessum kosningu 91 í stað þess að tala aðalum EES-samningin fór að tala aðild að Evrópusambandinu. Já. Sem ég skildi aldrei vegna þess að EES-samningur var nokkuð vinsæll og ég skildi aldrei af hverju fórust Alþýðuflokksins hélt sér ekki bara við það að hæla sér af EES-samningnum í þeirri kosningabaráttu. Nei, þeir fóru að tala fyrst og fremst aðild að Evrópusambandinu. Og það þess vegna sem að Steingrímur bjóð til þetta kjör og XB, ekki ESB, heldur XB. Það var út af þessum málflutning. Okay. Svo náttúrulega guðvaði þetta allt saman upp af því að þetta ameríska álfélag hafði engan áhuga að reisa þetta álver á Keilisnesi og ríkið situr uppi með það að eiga þetta landsvæði og engin mann lengur eftir þessar umræðum, svo sést nú best á ykkur tveimur. En þetta var aðalmálið. Það sem gleymist líka í þessari umræðu að viðræðurnar EES-samningin hófust í tíð þessara ríkisstjórnar okkar, Steingríms mín og Jóns Baldvins. Og þá var Sjálfstæðisflokkurinn á móti því. Og þá var, allir í þeirri vegferð var fyrst og fremst rætt EES sem svona efnahagslegan, viðskiptalegan og verslunarlegan samning. Síðan kom það í ljós á lokastigum eftir að ný ríkisstjórn var tekin við að það voru alls konar svona stjórnskipulegar flækjur í EES-samningnum
sem allavega vöktu þær spurningar í alvöru hvort hann stæðist stjórnarskrána. Og ástæðan fyrir því að ég og ýmsir í Alþýðubandalaginu og aðrir og þetta Steingrímur líka vorum á endanum greiddum atkvæði gegn EES-samningnum var ekki út á efnahagslegu þáttum þess, heldur að við töldum að það væri svo mikill vafi á því hvort hann stæðist stjórnarskrána og að því að það undirrita allir þingmenn eiðstafa stjórnarskráni þegar menn taka sæti á Alþingi og það væri yfirgnæfandi líkur á því að EES-samningurinn myndi þróast þannig, víravirkið inn í honum var þannig þess eðlis að samningurinn myndi þróast eins og hefur komið á daginn og svo þróun myndi enn frekar reyna á þolrifin í stjórnarskráni. Þannig að okkar afstaða var svo að ef það ætti að samþykja EES-samningin þá yrði að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla eða stjórnarskrárbreyting. Og ef að fyrst að hvorugt var gert þá átti við engan annan kosteldur að greiða atkvæði á móti. Þetta var hinn raunverulegi grundvöldur þess og sagan hefur sýnt síðan að þetta mat okkar var alveg rétt. Það var fjölmargir lögfræðingar á síðari árum dregið í EES-samningurinn og það er reyndar eitt af því sem notað er núna sem röksemd í þessari Evrópusambandið að hvað sem EES-samningurinn sé komin svona. Og þá var ég kannski ekki að vera vitna í svona samræður við látna menn að það fannst mér merkilegt að í samræðum sem við Davíð áttum fyrir nokkrum árum síðan Davíð Oddsson, þá sagði hann að hann væri komin á þá skoðun í dag að það hefði þurft að breyta stjórnarskránni áður en EES-samningurinn var hérna leiddur í lög og en þannig að sko ég skil alveg á hver Jón er að dansa þennan dans sem þú ert að veitna til hann er bara að bjarga sér út úr þessu sögulega öngstræti að bera ábyrgð á því að hafa leitt Davíð til valda á Íslandi. Ég skil alveg og honum líði illa en sagan er hins vegar flóknari og annars eðlis samaber þetta mikla mál Álver og Keilisnessin sem var eitt aðal kosningamálið 1991 en allir eru búin að gleyma Næst síðan spurning dagsins og þessi svona aðeins á léttu nótunum þetta eru tvær spurningar, ég ætla að hafa þetta eina eftirminnilegasta opinbera heimsóknin og hvaða þjóðarleiðtogi var skemmtilegastur? Skemmtilegastur? Já. Þeir eru nú ekki mikið í svona skemmtibransanum og þjóðengjar og yfirleitt sko eru viðræður það formlegar sko að það er nú ekki meðhöndlaðar sem skemmtiefni. Nei. Ef þú spyrði mig að því hvaða þjóðarleiðtogi ég teldi að vera klárastur sko. Já. Þá myndi ég nefna tvo, annars er Bill Clinton og svo hins vegar Xi, hérna fórst að Kína. Já, Kína. Sko Bill Clinton er náttúrulega sko langgáfaðasti þjóðarleiðtogi sem maður gætt afgreitt á sko kortir í viðræðum við hann sko mál sem að tækja marga klukkutíma eða hann var svo fljótur að fatta hlutina og svo lifandi. Og þegar ég hitti Xi Jinping fyrst í hádegisverði 2008 og vissi þá ekkert hver hann var og alls ekki að hann yrði fórst í Kína þá átta ég mig á því að þetta var með einstaka leiðtogahæfileika. Þannig að þegar var fyrir að tala um það þegar maður var að fórsti og hann yrði kannski næsti fórst í Kína þá sagði ég við marga þjóðarleiðtoga ef að þessi maður verður fórst í Kína þá var eins gott að menn séu stórmeistarar í valdaskák heimsins til að tefla við hann. Ef þú hins vegar vilt halda þér við það sko hver sé skemmtilegastur sem ég hef nú eiginlega aldrei velt fyrir mér sko. Nei. En ég myndi kannski nefna bara Harald Noregs konung sko. Hann er alveg launfyndinn sko. Og skemmtilegur. Og ef það ert að hugsa einhvern svona sem borðfélaga sko í löngum hádegisverði eða löngum kvöldverði þá myndi ég nú setja hann ofarlega á listan en hann hefur kannski ekki svona orðspor alveg. Nei. Fyrir því. Nei. Mæta gott, það er komið að loka spurningunni hérna í dag. Þetta er búið að vera eins og áður kom fram bara virkilega skemmtilegt. Þáttur 300. Daginn Ólafur. Loka spurningin er einfaldlega hvað ætti ung íslensk kynslóð að taka með sér úr þessu samtali? Kannski bara ráð til ungs fólks í dag?
Já, ég vona að menn taki með sér úr þessu samtali sannfæringuna það að það eru gríðarlega tækifæri fólkinni því að vera Íslendingur. Og möguleikandir sem að nýja kynslóð Íslendinga hefur í þessari flóknu veröld sem að við búum í eru svo víðfeðmir og svo öflugir að það er bara leitun á kynslóð víðum veröld sem að hefur önnurins tækifæri framöndan. Þannig ég segi stundum við ungt fólk sem að ég öfund ykkur af því að eiga alla þessa miklu möguleika og þessa öflugu verkfærakistu í upphafi ykkar lífsleiðangurs vegna þess að mín kynslóð ólst upp við það að það væri fyrst og fremst takmarkanir fyrir því hvað menn gætu gert. Og það að við getum haft heiminn allan að athafnavelli og algjörlega framandi hugsun. En í dag er það þannig að ný kynslóð Íslendinga getur haft heiminn allan að athafnavelli. Þess vegna er þetta hæpið að loka sig inn í einhverjum svona gömlum höllum á meginlandi Evrópu staðin fyrir að horfa á bara þessi öflugu tæknivirki nútímans sem eru bæði vestanhafs og í Asíu, Miðausturlöndum og víðar og náttúrulega það líka eins og dæmin sanna með Keresis og CCP og fjölda annar Marel og fjölda annar íslenska fyrirtækja að það er hægt að búa til fyrirtækja á Íslandi og ná heimsforustu á tiltölulega skömmum tíma. Það er hægt að vera tónlistarmaður á Íslandi og ná heimsfrægð á tiltölulega skömmum tíma. Það er hægt að vera fjölmiðlamaður á Íslandi og verða innsti koppur í búri í deilum helsta uppljóstara okkar tíma og það er hægt að vera vísindamaður á Íslandi og ná í forustu á þínum sviði á heimsvísu. Öll þessi dæmi getum við nafngreint ef að við viljum samfæra ungt fólk það að þetta sé raunverulega kortlagning á þeim möguleikum en bara þannig er það. Þannig að ég held að það hafi aldrei fyrr í sögu Íslendinga verið eins bjartir tímar framundan ef að við höfum bara vit og vilja til að halda rétt á málum. Ólafur Ragnar Grímsson, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna. Takk fyrir.